Já, Ég bet- velkomin á Frelsi TV. Við erum að hoppa út í djúpu laugina, eða djúpa hylinn. Og velkomin Guðjón Heimberg. Takk fyrir mig. Báðir áhörundinni klappa. Glæsilegt. Bæði Stebbi og Frosti. Já, einmitt. Þeir eru sami gaurinn, segir þeir. Já, vondi tvíburinn og góði tvíburinn. Já, einmitt. Það er svona skitsó eitthvað. Já, þú ætlar að glíma við Frosta á morgun. Jú, það verður tekið einn Fox rima. Aha. The Foxes. Ég næði að heyra það annað kvöld, ég verði svolítið upptekinn á morgun. Já. Það er gaman að tala um eitthvað annað heldur en bara já, hann ætlar að tala um þetta atheista dæmi. Já. Trúarhreyfingu trúlausara. Já, uppáhaldsumræðuefni atheista, það er trúmál. Já, einmitt. Eins og öllum öfgatrúarhópum. Já, þeir eru vestir. Meira þess að Stefán Miljö er búinn að skipta lið. Hvað er hann komið langt með það? Já, hann hefur greinilega hlustað á síðastu djúpköfun, sko. Hann er heldur hrópið ykkur. Já, en þetta er alveg rétt sem hann er að segja, sko. Já, þetta er mjög góð punktar. Já, hann er ótrúlega klár, sko. Já. Ég hlustaðist ofta á hann í fyrra, svo var ég leiðan á hann, sko. Þetta er klár kall. Já, bækurnar hans eru alveg snild og margt gaman hjá honum. Hann opnaði augum mín fyrir þessu að vont fólk á mæður sem alveg elur það upp. Já. En ég sé að þú varst að horfa á myndina sem ég píndi til þess að horfa á, Brainwashed New World. Frábært hjá þér að ná þeim. Nú, já. Ég var búinn að segja þér að ég veit allt um þessa mynd, ég geti samið hann. Já, en flott hjá þér að skipta út Brave fyrir Brainwashed, því ég var ekki búinn að sjá þann punkt. Já, það kom bara til mig bara og ég sagði, heyrðu, ég vídeó þetta bara í kvelli, sko. Já, það var mjög flott. Þetta með spellfyrirbæri sem við vorum að tala um þarna varandi, hvað var það aftur sem ég var að tala um með að break the spell? Já, ég er nú ekki viss, sko. Það var eitthvað sem ég var að vídeó bara daginn, þess að ég talaði um að þetta var í spell, við þyrftum bara að brjóta spellið. Já, einmitt. Ég held að sé svona með mjög margt, sko. Já, þetta er eins og, þú veist, ef einhver sýnir spilagaldur, svo segir þér einhver, sjáðu, þarna situr hann spilið þarna, sjáðu, þá er galdurinn ónundur, sko. Já. Og þetta er mjög gott pæling sem þú ert að koma inn á með, sko, Truman Show orðsins. Já. Mjög ánægður með það. Það er svo merkilegt með okkur báða að við erum að búa til fullt af nýjum kenningum og konseptum, sko, sem að bara enginn hefur einhvern veginn verið að búa til áður, sko. Já, þær virka. Þær brjóta spell. Já. Bara eins og þetta með sameinuðu þrjótarnir, sameinuðu þjófarnir, sameinuðu dímonistarnir. Já. Þetta virka miklu betur heldur en nokkur rök. Já, einmitt. En sko, svo komur ekki alfarið fólk sem er að pæla, sem að fyrir að sópa inn rökum, sko. Já, en þetta er markaðs- og auglýsingarreynslan mín að búa til slagorð sem að komast í gegn. En þú átt lígveldið, eða ekki? Það er þú. Ég byrjaði með það. Já. Það er bara, mér er ófært að segja lífveldi í dag. Hans lígarar allt saman. Annars er ég löngu hættur að pæli hver sagði hlutina fyrstur. Ég vil bara, ef það virkar, þá nota ég það. Já, en það er samt, þú sér það er ákveðin svona virðing að halda aðeins utan hver er að finna upp hvað, sko. Það er svona sjálfsögð kurteisi bara. Já, mér finnst það bara, þú veist, ef ég er að nota orð sem að, ef ég er búin að segja einhver tíman, einhver staðar, þú áttir þetta, þá er ég ekkert að segja það aftur, sko. Ég er búin að skrásetja það. Já, en það er sko, eins og ég ber virðingu fyrir því sem að þú leggur fram, sko.
og svo náttúrulega stundum rugglast maður, man ekki alveg hver komið hvað, sko, en svo, það eru nokkur konsept sem alveg ljóst að þú komst fram með ákveðin konsept bara einn og yfirgefin og ég kom með önnur konsept, skilur. Já. En svo fullt af hlutum sem eru svona svona einhver samgrautur, sko. Já, mér finnst þetta skipta litlu máli vegna þess að, þú veist, jú, ég meina verðingarlega séð, maður svo aktífur, maður sífellt að koma með eitthvað nýtt, sko. En þetta skiptir máli, treystu mér. Þetta skiptir máli bæði fyrir mig og þig. Þess vegna ég að reyna sko, að gera grein fyrir því þegar ég að segja hugmyndir eða konsept frá þér, þá reyni ég alltaf að láta fylgja með frá þér. Sko. Já, mér sko, ég ákvað að temja mér, sko, ég búin að fara í gegnum ákveðin eldfing með þetta. Já, einmitt. Ég sé að þú gerir það sama, sko. Þú minnist á þegar ég hef komið fram með ákveðin konsept, sko. Þegar ég man eftir því, sko. Já, þetta nú ekki alveg svona eins og í réttarsal, sko. Þetta ekki alveg svo formlegt, sko. En þú veist, þetta samt mikilvægt að pæla í þessu, vegna þess að, sko, fólk svo við. Þú veist, nú ég mjög duglegur að láta frá mér efni. Já. Og ef ég að hvíla með á vídeóum, þá ég svo puðandi frá mér stöðuppfærslum. Já, en ég var að lenda mjög oft í því fyrir svona 3 og 4 árum að ég fekk svona athugasemdir frá fólki hvaðan fékkstu þetta? Já, einmitt. Ég alveg steinhættur á það, sko. Já. En það fólk sem að sér mig skrifa mikið, það sér líka ég vitna í aðra þegar það kemur frá öðrum. Já, einmitt. En ég lendi í því öðru hvoru, sérstaklega fyrir 3 árum, að ég sá fólk vera að afrita eitthvað sem ég hefði skrifað og eigna sér það. Já, fólk vel líka verið að stela frá mér án þess að geta það, sko. En svo sá ég að margir sem að fóru að gera það undanfarið ár, þeir settu upphafsstafina mína fyrir neðan, sko. Já, einmitt. Bara til að kommenta því ég fékk þetta frá honum, sko. Já, þetta bara ákveðin virðingar hlutur, sko. Já, þannig það ber aðeins að halda því til haga, sko. Og heiðra höfunda því sem eins og til dæmis þetta kostar ákveðina kvöl og pínu fyrir okkur ég meina þetta kemur ekkert bara sjálfum sér, sko. Þetta fylgir gríðarlega mikil hugar orka og pælinga vesen allan sólarhringinn. Já, en þú finnur að þú þjálfast. Já, þetta náttúrulega verður auðveldar, en það sér það magnið aukast, sko. Og þú sér líka annað, sko, þess að ég fór að pæli var að, þú veist, bara 2015 kom svo mikið efni frá mér, mikið af nýjum hugmyndum og nýju pæli. Ef ég ætlaði að fara að katalóga það, þá myndi ég bara loka fyrir það nýja, sko. Það svo frábært við þetta YouTube-form, sko, að það svo mikið flæði að koma hlutunum frá sér, sko, og svo sita þeir eftir á vídeói, sko. Já. Þannig að þetta alveg snilldar format, sko. Ég rakst á daginn, þá var bara einhver stelpa út í heimi búin að gera playlista með einhverjum 10 vídeóum frá mér. Já, einmitt. Bara, þú veist. En sko, þegar ég að horfa á ég búin að dokumenta þetta. Já. Þegar ég fór til þess að gera bara stjórnarskrárpælingar þar í haust með Þórdísi og Sigurgeiri. Þetta í vídeó, þetta dokumentað. Já, einmitt. Þú veist, já. En ég ætla að halda áfram að reyna að pína þig til þess að horfa á þessa Brave New World mynd, af því að bara hvernig sviðsmyndirnar eru og hvernig sko eins og political correctness og að upplifa náttúruna sem viðbjóð, sko, að taka kartöflur og jörðinni séu viðbjóð, þetta sýnt óbúslega vel í myndinni, sko. Já, ég veit það. Ég svo oft búin að fara í gegnum svo mikið af þessum pælum. Já. Þú veist, að horfa á þessa mynd þú veist, ég hef alveg hort á senurúrunni, sko. Já, einmitt. Virkilega það bara eins og fyrir mig að fara í gegnum gagn og gaman eitthvað nýtt, sko. Ég nenni því ekki. Nei, þetta ekki nema 3 tíma mynd, sko. Já, ég meina ég þekki svo vel þessa pælingar og ég þekki svo vel pælingarnir á Aldous Huxley. Það svo margt sem ég að pæla sjálfur sem bara eins og spitting image úr söguna þessu dóti. Ég get sagt þér eins og annan, vegna þess að eins og sér bara mörgu sér talum, ég þekki þetta efni. Ég mikið að pæli því undanfari hvernig á að brjóta þetta spil. Já, það ofboðslega erfitt af því að það var líka góð pælingi þarna með kókið, sko, að fólk í matvælum og vatni, þá fólk bara að lyfja niður og það nær ekki að brjóta sig út úr þessari hugsuna ramma sem það
tjóðrað í? Ég veit ekki eins og hvaðan það kom. Það kom bara á mómentinu sem ég sagði. Já, en hérna, ég nefnilega mikið veltið fyrir mig líka og ég hef náttúrulega fundið að ég aðeins með meira magna að horfa á mig að fólk verður bara ofboðslega reitt út í mig, sko, að vera að hreyfa við þessum málum og hvers konar hálfviti ég og þú nú sér náttúrulega það sem ég verið að blogga drullumalli sem kemur yfir mann, sko. Já, það, þú veist, ég fæ pinkupons. Já, þú fær náttúrulega líka, sko. Mér bráfæðilega mikið við fyrstu guðsurnar, sko, ég sagði, hvernig getur fólk verið svona heimst? Já. Láta svona. En þetta þetta disassociation, sko. Þú ert að skilja, þú ert að, já, þetta þekkt geð ástand, sko. Í dag mér alveg sama. Já, ok, ég finn komment. Ég reyndar hættur að ná að halda utan öll kommentin, sko. Það fullt af dóti sem ég eflaust ekkert að svara einu sinni, sko. Nei, ég svara bara því sem er áhugavert. Já. Og ég átta mig á því ef ég væri að fá 20 komment á dag þá myndi ég ekki svara neinu þeirra. Ég var líka að fá svolítið í kommentakerfi, eða í skilabóðaskjóðuna, þá var ég að fá svona eitthvað lið sem var á fylleri og vildi bara fara að rífast, sko. Já. Ég svona hef verið að slökkva það, ég er bara mjög brútal með það, ég bara hef ekki tíma í þetta, sko. Nei. Með fullari virðingu, sko. Já, þú veist, fólk heldur stundum að þetta sé einhverja tilfinningar í spilinu. Já, en ég bara, ekki, sko. Nei, ég bara... Ég má ekki vera aðeins, sko, að svona bulli. Ég má bara ekki vera því, sko, eitthvað þvæli. Nei, ég hef nú aðeins bara gelt á móti og það er alveg dugað, sko. Jú, það dugar oftast næst. Það er svona einn og einn sem er í rauninni að þrífst á þrefinu. Já, ég nenni ekki að standa í eitthvað rifrildi, sko. Það hefur ekkert upp á sig. En ég er mjög ánægður, sko, þegar fólk virkilega kemur með mótrök, sko, sem að segir, sko, sem að gerist reyndar alveg ótrúlega sjaldan, að fólk sýnir mér fram á betri rök eða að ég hafi eitthvað tekið staðreynda feil eða ég hafi eitthvað gert mistök, hreinlega. Já. Það hefur gert svona 2-3 á ferlinum að það hafa komið rök á móti mér, sko, sem að hafa staðið og þá hef ég byggðist afsökunar á að ég hafði bara alrangt fyrir mér, ég man ekki í hvaða tilfelli það var. Maður skoðar það þetta. Já. Maður er ekki aðeins bara til að geta sagt, ég vissi, ég hafði rétt fyrir mér. Maður er bara að segja, þetta sé ég. Já, það er líka reyndar ef maður fer í gegnum vídeóin eins og hjá mér og þá getur fólk að sé ákveðna þroskasögu hjá mér að í fyrstu vídeónum er ég enn töluvert bláeygður fyrir ákveðnum hlutum, sko. Já, maður skólast. Já. Maður slípast. En hérna, ég vil trúa því að Stefán Miljö hafi hort á síðustu djúpköfun, ensku. Ég þarf að hringja hann að spurja hann. Já, er hann ennþá að dissa þig? Ég hef ekkert heyrt í honum. Já, þetta er talað um Stefán Erling, ég er talað um Miljö. Nei, já, ég veit. Já, því þú varst búin að bjóða hann með viðtal, sko? Nei, ég var búin að biðja að fara í debate við hann, sko. Já, ok. Og hann hafnaði, eða svona, ég heyrði ekki tilbaka neitt, sko. Hann bauð mig bara í þessa hakkavél sína, sko, þess að fólk hringir inn og ég hafnaði því, sko. Ég vildi mæta honum á jöfnur í grundu, sko. Já, skil. Og hérna, þá vildi ég að ræða við hann tilvist Guðs eða eitthvað. Og raun vildi ég bara benda honum á svipaða hluti sem hann var að tala um í þessu vídeo sem var að tala um núna. Ég var að benda honum á að aþíistar eru fáránlegasti trúarhópur sem er í gangi, sko. Mér finnst þetta mjög skemmtileg pæling hjá honum að þessi vinkill. Já. Að því náttúrulega aþíismi er ideológía. Þú trúir á ideológíuna, það skiptir ekki máli hvert viðfangsefni ideológíuna er. Já, hann líka kemur að þessu bara með logic, sko. Hann sagði, sko, ef ég á að velja milli þess að auka ríkisviðbjóðin og minnka trúarbrögð eða auka trúarbrögðin og minnka ríkisdraslið, þá held ég velji frekar seinni kostinn, sko.
Og svo segir hann sko, já, ætli þá sé ekki bara næst að fara í kirkju. Það góða punktur, já. I would be happy to go to church. Hann sagði svona, I guess the next step is then I will go to church. Já, það góða punktur. Hann fyndinn kallinn. En þessar bækur eftir hann sko, eru snild sko, Universal Preferable Behaviors og The Human Farming Handbook eru bara meistaraverk sko. Já, ég ekki komin svo langt með Stefán. Nei. Ég veit af bókunum en það bíða. Ég í öðrum hlutum. Já, hann með hljóðbækur sko, þannig að maður getur hlusta á það hálfsofan til líka. Já, ég veit það, þetta mjög snyrtilega framsett hjá hann. Ég var búinn að skoða þetta sko. Já. En svo ég ennþá á einhverju mótorhjólaferð sko. Sjálfur. Já, mitt. Þú ert að koma upp með mjög flotta hluti sko. Takk fyrir það. Ég hélt ég væri nú eiginlega hættur sko. Það náttúrulega ferskleikinu minnkað, ég farin að endurtaka margt. Já, ég líka mjög ánægður sko, það kemur svolítið frá þér, þetta bara, þú veist, að sko, þú ert með mainstreamið og conspiracy streamið og eins og með chemtrails bara bull sko. Já, það mjög sko svolítið. Já, það sló mig svolítið út af laginu sko, því ég teki myndir af því þegar þeir kveikja á drullumallinu sko. Já. En það einmitt þetta sko, það skiptir raun ekki máli sko. Að festast ekki bara í einhverju einni kenningu og bara alveg hjakka í henni sko, heldur að vera bara. Ég hef upplifað chemtrails moment sem sló mig algjörlega út af laginu. Já. Ég stóð bara beint undir og ég var að horfa upp á himminum og ég sá einmitt eins og varst að lýsa. Já. Og svo sá ég eitthvað bara breiða úr sér í himminum og ég sagði bara, fuck. Þarf ég núna að fara að éta hattinn minn í næsta vídeó. Og svo bara púf, þetta hvarf. Bara púf. Já, þetta eiginlega sko, þeir geta ekki útskýrt þegar kviknar og slöknar á því svona skyndilega. Og það contrail eða ekki sko. Og þeir geta heldur ekki útskýrt að það eru kannski 2 flugvélar og önnur með drullu slóð og eftir sér og hinn ekki sko. Já. En mér finnst sko grundvallar rökin í því sem að því ég náttúrulega búin að gera mörg vídeóar sem ég fell í þessu. En það situr alltaf efst í mér. Hvað varð súra regnið? Já. Ég vil fyrst afgreiða það áður en ég verið að spá í chemtrails. Og það meðan fólki sem að svona, þeir storm chasers, þeir sem elda stormkviður, þyrilstormuna. Meðan að chemtrail chasers eru ekki að ræða súrareikni líka, þá hlusta ég ekki á það. Nei, þetta var líka, fyrir mér var þetta mjög gott að festast ekki í einu fari, bara chemtrails. Þetta er bara aðeins að geta lagt það til hliðar og fara að hugsa um eitthvað annað og vera ekki fastur svona í einhverju einu, sko. En Það er hættulegt, það er stór hættulegt að gera það, sko. Já. Þannig að mér fannst það mjög góðu punktur hjá þér, sko. Þetta er svo, ég passa, ég veit ekki, ég átta mig til þess á mínum eigin fallasíðu. Ég er með mínar eigin fallasíður og ég veit af því. Ég er meira svona bara fullkominn, sko, ég þekki það ekki. Ég verð fullkominn á morgun klukkan 3. Já, nei, ég er að fíblast. Fylgstu við jarðskjálftamælunum. En finnst þér ekki samt eins og að það er stækkandi hópur sem að átta sig á þessu spinnum og ég finna hjá mér að eins og núna það minnkað töluvert skítadreifarinn yfir mig og það er fleira og fleira fólk sem að virkilega að hlusta, sko. Bara já, sæll og blessa. Jú, ég sé það hjá mér, ég að fá fleiri áheyrendur. Já, svona raunverulega, sko, ekki fróðusnakkana. Það er að aukast raunverulegt fólk sem að fatta hvað við erum að tala, sko. Já, ég er aðeins að fá komment, sko, oftar þá frekar í prívatum skilum með eftirfarandi svo ég fylgist með þér, mér finnst gott að fá að heyra það sem þú ert að segja,
ég ósammála mörgu, en það vekur mig til að hugsa. Já, Það eru bestu kommentin sem ég fæ. Já, í raun það sem við höfum alltaf sagt, sko, að ég meina, ekki hlusta eða trú orðið sem við erum að segja, rannsakið sjálf og finnið út úr þessu sjálf. Nákvæmlega. Það er nákvæmlega málið. Já. Og sko, ég sé það að fjölga, sko, fólkinu sem kemur með athugasemdir sem eru svona, að það greinilega þetta það að byrja að spyrja sér spurninga og mér finnst það að miklu meira árangur heldur en svör. Já. Ég lít að sjá á mig sem bara einstakling sem spyr spurninga. Og það er eitthvað sem þjálfast. Ég sá það ekki fyrir 2 árum. Nei. Þá var ég sannleiksleitandi, sko. Í dag er ég spurningaleitandi. Þú sér líka hvað maður er fljótur að debugga spunana eins og með Panama-pappírana, maður var bara, daginn eftir var maður bara búin að segja, já, þetta er CIA, þetta er þessir og þarna séu tenginguna hérna og þarna og sjáðu fjármögnunaraðilina og það var bara slam dunk á innan við 24 tímum, sko. Og núna hafa fleiri og fleiri komið fram sem að taka í sama streng, sko. Sko, Panama Files, sko, það er bara tímaspursmál hvernig fleiri fara að segja false document flood. Já, þetta er reyndar, sko, þetta Mossad Fonseca. Það er þetta var þetta var raun minnsta fyrirtæki sem var í þessum braski, sko. Já. Það var minnsti fiskurinn í pottinum og það er ekki eitt einasta fyrirtæki eða stórfyrirtæki sem kemur fram í þessum pappirum, sko. En það var hann að segja, Max Kaiser var að segja, sko, ég meina, stærstu fyrirtækin, þau þurfa ekkert einhverja lögfræðistofu, þeir bara gera þetta sjálfur, með sínum eigin lögfræðingum og sínum eigin apparati, sko. Já. Og ég sá einhvern tímann stöðufærslu frá Heiðuvinkun okkar að hún skrifaði eitthvað svona, heyrðu, þeir sem að kunna þetta gera þetta sjálfur í Sviss eða Luxemburg. Já, og svo náttúrulega... Ég fjallaði það sjálfur í einu vídeó, þú veist, þeir sem kunna þetta, þeir gera þetta sjálfur. Já. Og, ég veit. Sem vakti nefnilega ákveðna pælingu hjá mér, sem ég sagði kannski ekki með beinum hætti, en að því ég gerði eitt vídeó bara þessa pælingu. Þá hugsaði ég, heyrðu, sjáðu Ísland. Hérna eru allir nýríkir 2007, sko. Og þeir allir notuðu, sko, fullt, þú veist, það er verið að tala um hérna 600 nöfn komið í maí. Já. En það er allt auðlar sem að létu gera þetta fyrir sig, sem voru svo blindaðir af nýríku, það var nú lag með spilverk þjóðana, einu sinni, nýríki nonni. Já, mitt. Að þú veist, þeir óðu bara út í fórar vilpuna að láta sjá þetta fyrir sig, fylgir fá þetta, fylgir sögðir. Það finnst mér vera reyndar svolítið meðmæli með Sigmundi Davíð, að hann er svona svolítið klaufa kall með þetta. Mér finnst best hjá Sigmundi er að hann hefur ekki svarað neinum blautum tuskum með blautum tuskum. Nei. Hann er búin að vera að standa á sér storm og persónulegum árásum núna í 3 vikur, en hann er ekki að svaraði með persónulegum árásum. Hann svaraði þessu öllu með jafnaði geði, finnst mér, og ég held að sko, fólkið sem er að taka þátt í því að kasta sker í hann, ætti að spyrja sjálft sig hvernig því liði að standa upp á miðju sviðinu og vera að fá tómatadrífuna á sig, sko. Já, svo sérðu, þetta er í raun skýrgreiningin á einelti, það er bara veist að einu manni, en svo kemur í ljós að Álfheiður Ingadóttir og hún er með á kafi í þessu líka og þá er það bara eitthvað svona, eitthvað prump, eða bara moggin er með eitthvað að stæla við mig. Það er bara case closed, sko. Það er enginn að gera kröfu að hún segja af sér þingmennsku en eitt slíkt, sko. Þannig að þetta eru eiginlega það sem að Stefán Miljö tengist í svolítið. Hann er að segja að þessir atheistar eru allir vinstri fábjánar. Þetta er bara hálfvitar sem að eru með, það er ekki eins og þetta rökraði við og þetta er svo heimst fólk, sko. Já, hann er greinilega búin að hlusta á dúbkvæðin. Já, nákvæmlega. Við erum nú svolítið á þessari línu. Ég hef oft velt í fyrir mig hvernig stendur á því að fólk sem er, sko ég frekar hægri sinnaður ef ég ætti að kortleggja mig. Ég trú á Guð, ég hef frekar hægri sinnaður. Flestir sem eru vinstri sinnaður sem ég þekki trú ekki að neitt. Nema einhverja hugmyndir, flatar hugmyndir.
Já, ég sé þetta ekki á þeim level, ég sé þetta meira upp og niður, sko. Að þetta hægur og vinstri blekkingin bara það sem er bara blekking, sko. Þess vegna segi ég ef það ætti að kortleggja, sko. Já, einmitt. En það virðist vera bara í þessum vinstri grensum og atheista grensum og núna þessum feminista, þetta bara einhverjir heila skaðar sem eiga þessi stað. Þetta er mjög heila skaðað fólk virðist vera. Það einhver flatneska í hugsun. Það er margt af þessu fólki mjög greint, sko, varðandi það að læra hugtök, læra hugmyndafræði og notana og halda uppi samræðum þess að það notar mikið af svona gáfulega hljómandi orðum, en maður rekur sig alltaf á eitthvað dýftarskort. Þetta eru páfagaukarnir. En varðandi Panama Files, það sem ég ánægðast með, eins og þú segir, hvað gerðist hratt að marginalstreamið, samsæringarásirnar debunkuðu Panama Files bara á örfáum dögum. Bara á 2-3 dögum og þetta mál var dautt. Já, en samt ennþá verið að tala þetta hjá fjölmiðlanum sem bara heilugum sannleika og það verið að setja lög allstaðar og í Evrópu verið að sko samkera gagnagrunna út af þessu og G20 fundurinn bara, þú veist, þannig að þetta var klassískt vandi viðbrögð vesen aðgerð, sko. Já, ég fór að veðja, því ég er ekki, og þegar ég var búin að vera að velta mér upp úr 7 vikur, þá fór ég á aðra slóðir. Já. En ég fór að veðja að það einhverjir aðilar einhverjar Ráseris, Corbett Report og fleiri sem að fara í gegnum sauman á slíkum hlutum. Já, hann eiginlega búinn, sko, hann svona... Já. En þess að, sko, það sem mér er skemmtilegt, sko, við það sem að gerast, það að sífellt að ágerast þetta sama viðhorf og ég hef það með mér og greinilega fleira fylgjast með mér, sko. Ég er búinn að debunka þetta, ég fer áfram, ég stoppi ekki þannig. Og ég sé svo marga vera, veist, þetta kom, menn debunkuðu þetta og svo fælda menn áfram í það næsta, festa sig ekki þessu chemtrail. Og það sem ég langaði að bæta við sko leið og þetta gerðist, ég búinn að efast Edward Snowden lengi, ég hef oft haldið fram að hann sé annarkvort FSB agent eða CIA agent, ég hef aldrei verið viss hvort ég það ekki ennþá, en svo allt í gegnum þetta, þá engin vafi í mínum huga, hann Soros agent. Já. En að formið á Panama Files og formið á Edward Snowden og hvernig Edward Snowden studdi allt þetta dæmi og var svo greinlega með inside info, það var bara borðleggjandi hjá mér. Heyrðu, gaurinn var spinn og ég heyrði bara í sömu viku, þá hlustaði ég á viðtal hans Richie Allen við Jim Marrs og Richie Allen var farin að velta fyrir sér þessa spurningu líka. Þannig ég heyri að það eru fleiri að velta við þeim steini. Og þetta fannst mér áhugaverðast í Panama-vikunni. Já. En svo kom einn Soros þjónn upp úr kafinu, það hann Guðmundur Franklin, sko. Hann fór strax í að verja með upplýsingum, sko. Ertu vissum hans í Soros þjónn? Já, algjörlega. Þetta sko þekkt aðferð við það þegar nú allir að sjá bara, veist, já, svona spunar, Úkraína, Albanía, Soros, sko. Menn bara sjá beina tengingu þannig á milli með fjármagnunum, sko. Og þetta svona það sama í PR skilningi eins og að kasta sig á sprengjuna, veist. Einn úr herflokknum kasta sér á jarðsprengjuna. Og það það sem að Guðmundur Franklin var að gera, sko. Ég hugsaði þetta sama þegar ég hlusta á útvarpsþáttinn hans. Já, þú ferð inn í, þú hleypur inn í upplýsingastreymið, gefur opaslega mikið svona insight info og það var að segja, já, hann að hjálpa við upplýsa og svo afvegaleiður, sko. Já. Og ég hlustaði tvisvar á hann, sko, og hann að spila það, sko, hann þjálfaður í þessu, sko. Já. Ég hlustaði á hann, ég seifaði fælinn, ég átti að hlusta á hann aftur, nei, ég fleig honum.
ég fleygi honum alltaf ákvað að hlusta ekki á hann aftur því að ég veitti einn punkt upp úr þessu viðtali sem að ég á eftir að nota hann aftur seinna en ég hugsaði þetta saman þegar ég hlusta á Guðmund. Guðmundur hins vegar ég samt leyfi mér, ég gef honum ákveðið benefit og doubt út af því að Guðmundur mjög klár. Og ég meina þú veist. Okay. Guðmundur mjög klár. Það vinnur enginn fyrir Soros nema hann sé klár. Ég nenni ekki að pæli, er hann Soros, er hann ekki Soros. Guðmundur búinn að vera hálfa ævina út í heimi að vesenast með stóru strákinn. Hann hefur vit á því að koma orðunum þannig frá sér að hann þurfi ekki að afsaka sig næst þegar hann hittir stóru strákinn. Hann náttúrulega, svo hann líka að reyna að vera forseti, sko. Alltaf sé ekki allir Soros fjármagnaður í frambúði nema Sturla Greið. Sástu mynd bara fyrra þetta á einhverju fjölmiðli, þar sem voru allir frambúðundirnir nema Sturla og mynd. Ég ætla að svoleiðis að snýta honum, sko. En hann er að standa sig mjög vel og mikið af fólki er að standa með hann. Þeir vilja ekki ennþá taka við undirskriftalistana. Nei, það hefur reynt að hanka hann á forumsatriðum og eftir hann kemst aldrei í baráttuna, sko. Og ég sé að það eru fleiri en ég sem mistu alltaf á andra snæð þegar hann bauð sig fram. Hann náttúrulega bara standað undir þeirri greiningu sem við höfum lagt fram á honum. Hann er að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar. Já, hann er búinn að svo gott að lýsa því yfir. Nú, varðandi Soros, ég er búinn að vera að grúska mikið í Soros undanfarna daga. Já, ég sé það, ég verið að horfa á þessi vídeo líka. En ég verð nú að fá að plugga aðeins að ég er búinn að vera að safna þessum myndböndum og þessum hljóðfælum til þess að gera heimildamyndina. Já. Ég er komið með alveg 16 eurur í áheit, sjá. Já, til hamingju með það. Það er einn hlustandi sem að sendi mér 15 eurur. En er ég að pröfa þetta form sko. Geta að hafa möguleika á því að gera aðeins vandaðri dýpri heimildamyndir hlutina og ég er náttúrulega að reyna að ná sem sagt það verður fróðlegt að sjá svör RÚV hvers vegna þau vilja ekki kaupa þessa hlið á málinu. Já. Hvað er Reykjavík Media búin að safna miklu? Þeir eru líka safnin á Karolínu fund. 95.000 eurum. Þeir eru að biðja 5 milljónir. Ég hugsaði hver lætur það fá 99% af upphæðinni? Verður það Soros? Það er góð spurning. 95.000 eurur. 95.000 er ekki cirka 130 kall euran. Það eru 12 milljónir cirka. Það er svolítið að peningum, sko. Ég er svolítið hissa á því. Hey. 95.000 eurur. 16 eurur. Þetta er ekki fair, sko. Come on, guys. Ég er nú bara á fyrsta degi, þannig að það þarf að sjá hvort það skilir sér eitthvað mánaðamótin og svona. Ég er mest hissa á því hvað fólk er stórblind, maður. En samt, ég meina, þú veist, ég er samt að hitta fólk þegar ég fer á bankan, bensinstöðina, sundlaugina og víðar. Já. Ég spyr fólk, hvað finnst þér þetta? Og fólk almennt segir þetta er eitthvað spunni. Og ég spyr, ertu ánægð með breytingarnar í ríkisstjórninni? Nei, ég hef ekki áhuga að segja fólk á breytingum og þennan hátt, með þessari aðferð. Já, og við sjáum líka sko að núna er strax að leggja fram frumvarp þessi National Security að þjóðaröryggis aðferðina frá Ameríku, sko. Og Birgitta kaus, já. Þetta er ekki orðið að lögum, sko, þetta er ályktun, sko. Ég man ekki hvað var komið langt, það skiptir ekki máli, þetta er þú veist, 42 þingmenn sem þið áveðis. Já.
Þó svo að þessi IMMI-stofnun hennar hafi komið með eitthvað álit. Ég meina, hvað fá svona stofnanir greitt fyrir að koma með álit? Já, ég veit. Veist hver þessi stofnun? Það ekki að manna stofnun. Þetta ekki bara eitthvað leið til þess að fá peningar? Hún náttúrulega á kafi í spuna, svo gefur hún bara upp einhvern hluta af greiðslunum frá DreamWorks, sko. Man er ekki það líklegt, sko. Já, það mjög auðvelt að fá greitt offshore. Já, ég meina, veist, ef þú ert að fá einhverja greiðslur frá einhverju svona stúdíó, ég meina, hvað gerur fyrir 1 milljón, sko? Já, þetta er ekki alveg, já. Þú veist, þetta er bara alveg svo sagan sem að ég sagði frá, það var hugbúnaðarfyrirtæki sem vildi ráða mig í vinnu. Þeir sögðu við borgum þér sem verktaka og við opnum fyrir þig reikning á Ermarsson, segja. Ég þetta fór ekki að vinna fyrir það, sko. En þetta er mjög mikið þetta milli landa, það sé, við opnum, bandarískt fyrirtæki ræður þig kannski ráðgjafastörf fyrir handrit, þeir segja, við opnum fyrir þig reikning á Bermúdaeyjunni eða í Panama. Nei, ekki Panama, Bahamas. Já, en svo það mjög algengt að þeir opni Bahama-reikningar, sko. Já, svo sérðu, sko, en fyrir mér þessi umræða á hvolfi, sko, af því að það að innheimta skatt með valdi eða ofbeldi glæpur gegn mannkyni, sko. Þannig að allir sauðirnir eru, sko, þessi þræla fábjánarnir allir bara þrælað okkur meira, sko. Þetta er svo gaman að vera þrælaður og ekki láta neitt komast undan þrældómi, sko. Leið og skrifa undir ráðningarsamning ertu orðinn þræll? Nei, það þetta samningur, sko. Það leið og þú notar, leið og, sko, það frjáls samningur, sko. Það frjáls samningur, en hins vegar þegar að það mynduð eins og íslensk króna og bara prentaði einhverju peningar með debit frá hinum himneska föður og svo allir bara settir í fangelsi sem að segja, herru, ég prentaði bara mína peninga frá mínum himneska föður. Og það ofbeldi, sko. Og það engin frjáls samningur, sko. En það enda spurning af eins hvaða merkingu við leggjum í það og hversu mikið maður fer hún í atóminni. Og það sem opnaði augun mín fyrir þessari pælingu á þjóðveldisöld, það sem maður var kallað þrælar þá, þeir gátu skipt vist. Þetta skiptir síðar nafn og hét vinnuhjól. Já, sko það alveg, og þetta við sjáum þetta alveg eins langt aftur og við getum lesið falsaða bækur, sko. Já. Að menn réðu sig í þrældóm eða vist eða, en það gert af ákveðnum frjálsum samningi, sko. Þú getur annarkvort étið eins og Jóhannes skýrari gerði, engin sprettur í eyðimörkinni, eða þú getur ráðið í vist einhvers staðar. Já, þú sér að hvenær breytist þetta? Þetta breytist þegar prentvélarnar koma og ríkiskerfin fóru að geta prentað peninga. Já, þetta var náttúrulega í Egyptalandi. Þar voru menn settir í þrældóm og ef þeir vildi ekki láta þræla sér að þá voru þeir drepnir, sko. Þannig að þetta konsept náttúrulega mjög gamalt að neyða fólk í alls konar fyrirbæri með ofbeldi, sko. Og það það sem ég að tala fyrir, sko, að ef það eitthvað ofbeldi, og sko einangunarstarf sem líka hluti af ákveðnu ofbeldi, sko. Að ég meina, hvaðan fékk þetta fólk heimild til þess að prenta peninga? Svo heimild kom í gegnum vélbyssur, sko. Ef þú samþykkir ekki þessa peninga þá bara dreitu þig og þína fjölskyldu niður, sko. En það sem ég reyna að benda á með því sem ég að tala með þetta að reyna að benda fólki á að þegar þú afhendir einhverjum öðrum valdið yfir sjálfum þér, þá gerur nákvæmlega það, þú afhendir einhverjum öðrum valdið yfir sjálfum þér. Það skjalavaldið, það the authority, það sko, fólkið sem að fara niður á Austurvöll og mótmæla hinn og þessu, vitandi fyrirfram að valdstjórn tekur ekkert mark á því. Og sko, þetta fólk að mótmæla einhverjum hugmyndum sem það rannsakar ekki, sem það kynnir sér ekki, sem það hugsar ekki til enda.
og það að láta spila á tilfinningar sínar og það sjálft ekki meðvitað kannski að það í löngu búið að afsala sér valdið yfir sjálfu sér til ýmissa hugmyndakerfa. Hvort sem það lán eða ráðningarsamningur eða fyrirhyggja ríkisins eða eitthvað annað. Já, einmitt. Vill ekki ræða. Sem sagt, ert þú, sem sagt, ef þú ert sem verktaki, nú fæ ég, nú segjum ég fáið þig núna til að markaðsetja logo fyrir eina vefsíðunum mínu, eða sérst útlit. Þá ég að ráða þig sem verktaka. Þú segir mér, þetta kostar þetta og ég mun vinna þetta verkefni fyrir þig. Já, þú ert ennþá frjáls maður. Já, nákvæmlega. Þú bara verktaki sem að tókst að þér ákveði verkefni. Já. En þegar að þú hins vegar gerir launasamning við mig, þá ertu búin að segja við mig, frá klukkan þetta á morgnana til þetta á kvöldin, ég búin að afsala mínum tíma til þín exclusively og geri allt sem þú segir mér að gera innan einhverja siðferðismarka. Og það þýðir á þessum vinnutíma á ég þig. Já, þetta raun sami samninguna því að ég gerir kannski samningu að vera launamaður en og þá ég raun bara að selja tíma minn alveg eins og í hinu tilfellinu en bara aðeins öðruvísi form á því og læra tímagjald af því þú ert að kaupa miklu meira magn, það ákveðið magnafsláttur og ákveðna tryggingar og vesinn í kringum það og ef mér líkar ekki vistinn eða þér líkar ekki þjónustana þá geta menn sagt upp samningnum með einhverjum ákvæðum sem hafa komið sér saman sko. Hvernig stendur þá á því að efnahagskerfi Vesturlanda vill frekar að fólk fái sér ráðningarsamning heldur en verktakasamning? Já, það í raun bara atvinnurekandinn eða það sem að bjóða út verki sem að ákveðu það. Ég meina, þú getur sagt bara við vantar hérna hönnun á þessu og markaðssetningu og þetta tekur cirka 3 tíma í mánuði eða mér vantar einhvern full starf til þess að gera, það er ekki málið sko. Hins vegar sko punkturinn sem þú ert að leita að í þessu mengi örbirðin sko. Ef að þú færð ekki vinnu þá ertu bara í helvíti sko, þá ertu bara á einhverjum lúðrabótum og þá ertu það barnavernd að eltast við þig og þú lendir í alveg hræðilegum ógöngum sko og það það sem óásættanlegt, þá ertu í raun vinna en nauðungavinna því þú hefur val þetta eða bara blautan gattinn sko. Já. Og þú varst að lýsa nútíma samfélagi. Já, og það sem eru sko launasamningar undir þessu samhengi og líka reynda verktakasamningar eru nauðungasamningar þegar þú annarkvort gerur svona samning í þessu peningakerfi eða þú étur það sem út í frís og meira segja máttu þá ekki færa þér björg í bú þá kemur sérsveitin eftir og þú fer bara að veiða fisk eða gera eitthvað sko og það sem það sem situr þetta í annað samhengi þess vegna mjög það sem ég hef verið að segja sko að allir Íslendingar bara fá 300.000 á kvótabréfi sko, sem þýðir að 5 manna fjölskylda með 5 svona bréf, þú eru aldrei að vinna frekar aðeins langar sko. Þá ertu komin í frjálsra manna tölu og svo náttúrulega þessi teknokrati að það sem fólki stýrt með tölvum í fátækt sko. Ef þénar eitthvað pening þá það bara að tekja að þér sko. Ég á þeirri skoðun að ef að fólk áttaði sig á mununum á ráðningarsamningi og verktakasamningi þá væru fólk ekki eins dáleitt og auðstýranlegt. Við verðum átt okkur á því að ráðningarsamningi fylgja réttindi. Hvers vegna? Já, ég reyndar sko, til dæmis þegar ég vinn í Noregi á krananum, þá finnst mér mjög gott að vera á launasamningum. Það eru 12% lagt ofan á launin skattfrjálst í sumarpenningum og það raun betri samningur fyrir mig jafnvel heldur en verktakasamningur sko. Mörgu leyti. Já, ég ekki að segja að það sé nauðsynlega rangt eða vont að vera þræll.
Nei, en það þessi örbirð, sko, það þetta að þú hefur ekki val. Ef þú ferð ekki inn í eitthvað svona samhengi í þessu peningalotteri, Matador, að þá býður þín bara, þú veist, engin sprettur í eyðimörkinni og þú getur ekki dregið af þeim auðlindum sem þú sannarlega átt, sko. Ég meina, við eigum rafmagnið og fiskinn öll saman í sjónum og við eigum náttúrulega bara að fá okkar hlut í því sem að hægt að gera með þessum aðferði sem ég að tala og þá getur fólk bara, veist, já, kannski til ég að vinna eða kannski ekki, sko, þá býður þín ekki bara örbirðin, sko. Ég ekki viss að ég sé sammála þessu, því að sko, já, bara, þú veist, maður að velta fyrir sér hlutum. Já, einmitt. Nei, ég nýlega komst að þeirri niðurstöðu, sjálfum mér óverðum, að kvótakerfið sé best óbreytt. Já, það held ég að sé. Og eins með Landsvirkjun, ég komin ægilega á þá skoðun að mér sé slétt sama. Jafnvel þó að þeir blóðmjólki allt heila helviti strasslega á landinu. Jafnvel þó að þeir setja skatt á þau fyrir að vera með blóm út í garði. Já, það náttúrulega, það gengur illa upp rökfræðilega rökstyðja það. Ég meina, hvernig rökstyður það? Ég meina, eflaust Mjög einfalt. Meðan einstaklingar eru ómeðvitaðir þær hugmyndir sem móta samfélag sitt og eru ekki virkir þáttakendur í mótun þeirra hugmynda, þá á það skilið það sem það fær. Já, það alveg rétt, en hvað með þá sem eru búin að sjá hlutina eins og maður að tala ég meina, ég á ekki skilið að vera í þessari stöðu að sé rænt frá mér hver stanslaust sé rænt frá mér þeim auðlindum sem ég á sem Íslendingur. Þú ert líka að gera eitthvað í málinu. Já, sjálfsögðu. Það munur þarna á. Já. Og veist, mér finnst til dæmis, sko, ég get sagt þér það þegar ég var launþegi þarna hjá ríkinu á þessum tíma. Ógeðslega þægilegt. Ég fílaði það. Já. Það kemur alltaf hver mánaðamót góðar tölur, sko. Já, það var bara, þú veist, lærdómstímabil en mér fannst, sko, sem verktaki í hugbúnaðargerð, þá þegar þú tekur að verkefni, þá óbúslega mikil press á þér. Já. Og það mjög flókið að skila sér verkefni við þær aðstæður. Þú færst bara tökum sem dæmi eitt verkefni sem ég skilaði að mér, ég var búin að skila því að mér, ég þurfti að nota við það tækni sem ég vil helst ekki hafa uppsett á tölvunni minni. Svo skilaði ég verkin að mér, svo liðu 2 dagar og þá kom ljós böggur eins og alltaf gerist. Já. Ég var búin að vera að bíða 2-3 daga hvort að kemur, þú veist, eitthvað sem mér hefði yfirsést. Þá fæ ég sé tölvupústinn eitthvað kvöldmannaleitið. Ég settist niður við það klukkan 10 kvöldi að vinna úr þessu böggi og búin að því klukkan 2 nóttina. Og þú veist, það ákveðin pressa, sko. Þegar þú vilt, vegna þess að þarna böggur sem að þú getur ekki rukkað fyrir þessa vinnu. Þú ert búin að fá greitt fyrir að skila tilbúnu forriti. Þú veist að það alltaf 1 eða 2 böggar sem komu upp við prófun þannig að þú ert kannski búin að setja það inn í reikningin 3-4 tíma við lúsakempun, en síðan líða ykkur í 4-5 dagar og þá kom ábending, þarna ein lítil villa og sú villa, ég sá það fyrirfram að það gæti tekið 2-3 tíma bara að finna villuna og aðra 4-5 að lagana, af því hún var þess eðlis. Og það var algjörlega fyrir sér. Og reyndar tókst mér að leysa í þessu tilfelli vandan á klukkutíma. Nei, 2 tíma. Það bara síðan hefur þetta fórið aldrei klikkað, sko. Það bara, maður gerir ráð fyrir þessi hugbúnaðargerð að það komi upp 1 eða 2 böggar þegar þú ert að klára fínpúsaforrit og vegna þess að notandinn hann mun prófa eitthvað sem þér dettur ekki í hug að tekka á. Og þú ert undir þeirri tímapressu að þú ert að reyna að skila þig strax og svo þarftu að rukka reikningin og reikningurinn að gera ráð fyrir því að 30% af vinnuvikunni hjá þér ekkert aldrei rukkuð eða út verktaki. Já, þetta endurspeglast í tímaverðinu, sko. Já, en þegar þú ert launþegi, þá mætir þú klukkan 9, þú ert búin að vinna klukkan 5 og þú ert að vinna í stærri hóp,
þar sem er miklu meira af svona þyrill í gangi með hugmyndir, lausnir, gamlar úrvinnslur og þú hefur allt öðruvísi tímaramma til þess að vinna lausnina þeirra. Og þú ert ekki í sömu tíma pressu til dæmis við að skilna þér. Og það getur verið, sko, fyrir hugbúnaðarmann það miklu meira gaman vegna þess að þú fær miklu meiri tíma til að setja þig inn í dýptina og skila þig mjög góðu verki. Það því miður ekki mikið opinberum forriturum sem að nýta sér það tækifæri. Flestir þeir eru með lappirnar upp á borði að telja krónurnar sem að bara mínúta króna, já. Og hafa engan áhuga á faglegri nálgun, sko. Endar það öll ríkiskerfi eyðileggjast á einum mannsaldri af því að þú þarft ekki að hafa fyrir hlutunum, sko. Já. Og það það sem að gerast í lækna heilbrigðiskerfinu, sko. En ég náttúrulega var að koma inn í þetta starf af því að ég var búin að vera verktaki í 13 ár. Þannig ég hélt áfram að vinna með sömu gæðakröfum og áður. Ég búin að skrifa bókum þetta fyrirbæri. Þetta það sama og gerist til þess með læknakerfi heimsins, sko. Þeir voru allir að vinna sem verktakar áður, þannig að þeir þetta lækna fólk annars hringdi enginn í þá, sko. Já. Og nú komin einn mannsaldur á þeim að þeir sem eru núna allir læknar eru bara svona ríkispleppar sem að bara hafa áhuga að skrifa ávísunna á ríkið, sko. Eða senda reikningin á ríkið og þetta alveg orðið rosalega slæmt hérna í Svíþjóð. Ég fór hérna í svona ríkis eða svona fólk tannvard eða svona ríkistannlækna apparat hérna, sko. Og það var það mikið vanhæfi, sko, að hann boraði í heilbrigða tönn, sko. Eyðilagði með eina tönn, sko. Já. Bara, þú veist, þvílíkur heila dauði, sko. Já. Og bara ekkert mál, sko. Já, veist, kunni ekki einu svona skamma sín fyrir það, sko. Já. Að ef þú ert á ríkislaunum þá þér skít saman og það það sem að gerast með þetta heilbrigðiskerfi okkar, sko. Þetta bara fullt hús af fábjánum, sko. Akkur þarftu manneski með 1,5 milljón á mánuði til þess að mæla hitann í fólki? Hitamælir svona flókið apparata, það þarf 7 ára nám til þess að mæla hita í fólki? Þetta svolítið skemmtileg staða sem komin upp, sko. Ég held að það skipti máli að meðan að við erum ekki fær sem samfélag að ræða, ok, tökum þetta aftur með þrælinn. Akkur það svona neikvætt að vera þræll? Það að þú hefur ekki frelsi til að velja. Hvað eru margir sem hafa frelsi til að velja? Það eru nokkuð margar milljónir sem hafa það. Já, þeir eru flestir í Afríku, þar sem það engin launþegasamningar. Nei, ég held að þú sért að skjóta aðeins á vitlausan óvinn, sko, með að halda þetta sé eitthvað í launasamningunum sem slíkum. Það þetta að annarkvort gengur til þessara samninga í þessari þjóðfélagsuppbyggingu eða þú lifir við örbrigð. Það það sem vandamálið. Ég alveg sammála því að það stór hluti af vandamálið. Þess reyndar þessi borgaralaun eru inn í þessu rugli sem í gangi, skársta hugmyndin sem á lofti, sko. Allir fá, ég meina nú eru prentaði peningar og það bara fáir útvaldir sem fá peningana. Já, þú veist, við erum ekki að sjá hversu ónáttúrlega útþvæld þessi hugmynd Þetta snýst allt að þú ert að ganga, sko, hinn venjulegi siðmenntaði maður. Hvað það? Það vandasamt hugtak að rekja. Akkurát. Við búum ekkert lengur á Íslandi eða Svíþjóð, við búum inn í einu risastóru iðnaðargett. Þú veist, þegar þú lappar á heilsugæslu, þú ert bara að lappa inn á næstu, sko, deild í risastóru fyrirtæki. Ef þú ert að fá borgaralaun, ef að ríkiskerfin að fara að ræða, sko, eins og þeir að gera þetta bæði í Kanada og Sviss, að ræða borgaralaun, þá þeir með öðrum orðum að viðurkenna að ríkiskerfið sé orðið atvinnuveitandi. Að þetta séu orðið deildaskipt risastóru fyrirtæki, sem nákvæmlega það sem að gerast með TTIP og TPP. Það endar, sko, þetta ákveðið svar, eins og segja, innan gettósins eða ríkisins til þess að svara þessari kröfu almenning sem að kemur eða að koma, það sem að
almenningu segir byrju það vera að prenta svona mikið af pening og svo bara einhverjum fáir útvaldir sem fá summuna sko, menn það ekki bara deilt jafnt upp á alla. Já, það er svona gömul marxísk pæling, hegelisk pæling. Nei, það er bara, veist, ok, hvað þarf ég að gera til þess að vera gaurinn sem á að prenta peningana, veist? You have to kiss a lot of ass. En og annað er sko að fólk að gera kröfu, allavega ég, að sko rétta skiptingu auðlindana til eigandana sko. Allir eiga eitt hlutabréf. Til þess að skilgreina sjálfa þig sem eiganda auðlind þarf þú að skilgreina sjálfa þig sem hluti af því batteríi sem að skilgreinir auðlindina til eignar. Nei, það er alrangt. Jú. Nei. Þú kemst ekki til því. Þú getur ekki haft þessa skikja á báðum herðum. Þú getur ekki annars verið sovereign entity sem frjálst út í skógi og hins vegar beðið hlutdeild í eign ykkurs ríkiskerfis. Nei, ég er ekki að gera það. Það er nefnilega misskilningurinn hjá þér. Ég er að tala það. Það er sjór í kringum Ísland. Við erum sammála það. Já. Það er fiskur í sjónum. Já. Þannig að við erum að tala raunverulega hluti, ekki satt? Og allir eru sammála það að taka ekki of mikið úr hafinu þannig að við skemmum þessa auðlind. Ég er ekki sammála því. Og þess vegna er bara þess vegna eru sko þessi tonn sem að vitrænt að taka úr þessu hafi, að þau tonn þú veist, ef það eru 330.000 fiskar sem eru veiddir upp úr sjónum, þá eiga allir eitt fisk. Það er ekkert allir Íslendingar. Þetta er allir hverjir. Ég meina, það eru fleiri Íslendingar sem eiga fjöru sem liggur upp á þessu hafsvæði. Hvað með Færeyingar, Skotar? Færeyingar, Hjaltlandseyingar, Skotar, Írar, Norðmenn, Grænlendingar. Ég meina, þeir eru nú svolítið landið. Já, það er afstætt, hver er fjarlægin? Það eru búin að vera 2 eða 3 forskastýrið það. Já, ég náttúrulega. Já, það þarf að ræða það og það þarf að, sko, þegar að við segjum allir Íslendingar, erum við þá að tala allir Íslendingar sem til eru búa á eyjunni Ísland eða alla sem eru ríkisborgarar lýðveldisins Íslands? Vegna þess að það er stofnun innan lýðveldisins Íslands sem skilgreinir að það þurfi að veiða vitrænt magn úr hafinu og það er stofnun sem að tilheyri lýðveldinu Ísland og ef allir innan lýðveldisins Íslands eru sammála þessu, þú veist, þá erum við ekki lengur sovereign entities. Já, sko, það er að fara með náttúrulega allt út í ákveðna bullísku, sko, að Nei, þetta er spurning semantics, merkingafræði. Við getum ekki sveikt merkingafræði bara að einhverjum persónulegum tilfinningum. Nei, en þetta er bara raunveruleikinn, sko. Ég meina, ertu til dæmis að efast það að ég sé Íslendingur, eða? Nei, reyndar ekki. En ég efast stórlega þann hóp Íslendinga. Ég efast stórlega hvernig orða þetta. Ég er ekki tilbúin til að samþykkja útskýringar Hafró eða LÍÚ eða klíkunar af Austurvöll hvað sé vitrænt aðgengi að hafsvæðinni kringum Ísland. Ég er ekki einu sinni tilbúin að ræða það hvort að það sé auðlind eða ekki. Ekki að svo stöddu. Já, segjum bara fiskurinn í sjónum sem syndir í kringum landið. Hver á hann? Hann á sig sjálfur. Þangað til hann er veiddur. Já, hver á hann þegar hann er veiddur? Sá sem veiðir hann. Einmitt. Þýðir það ekki það bara allir mega veiða eins og við sýnist? Mér finnst það, jú. Já, einmitt. Þangað til að kemur í ljós þangað til annað kemur í ljós. En ég treysti ekki útskýringum Hafró á því hvort að það sé í lagi að hver sem er veiði eins mikið á milli. Nei, það er náttúrulega ljóst að þessi glæpafyrirtæki gefa upp helmingina aflanum og svo skipta þeir á milli
þeirra sem í útgerð og svo eru útvaldir sem að bara skópla aflanum beint borði flutningaskip. Og hvers vegna? Vegna þess að þessi 320.000 manna skrill sem að telur sig vera íslenska þjóð ekki að gera neitt í þjóðarmálum. Heldur bara mótmæla eða blogga það hvort að einhver 32 manna hópur á Austurvöll ráðstæfi þessum hlutum ekki og gangi út frá einhverjum sjálfgefnum tilfinningabundnum skoðunum. Það var einhver sem var að mótmæla, þegar ég var að segja þessir heimskingjar sem eru að mótmæla fyrir framan húsið með kóruna á húsinu sko. Og þá var nú einhver sem var að mótmæla, setti komment til mín bara, já, herru, ég tók nú ekkert eftir því. Bara, oh my god sko. Ég fjallaði mikið þetta í bókin Endurreisn þjóðveldis á sínum tíma. Já. Og þessi bygging tilheyrir konunginu. En þetta svo sem valid point sko og ég ekkert að segja að það sé eitthvað auðvelt að fara úr þessum Egyptalandi yfir í fyrirheimalandi sko, það alls ekki, ef það væri auðvelt að var allir að búna að því. Já, einmitt. Það ekki en það eins og að ljóst sko að það fyrsta sem þarf að átta sig á stöðu sinni að maður í þrælishúsi og þarna erum við nefnilega laukrætt sammála og við erum síðan kannski að kýta það hvort það var skilgreina svona hinsegin. Og þetta sem ég að tala með launþegasamninginn, ég ekki til þess að tala hvort það sé rangt eða rétt að vera launþegi, heldur að fólk sé meðvitað gildi samningsins, hvað hann táknar og að það sé meðvitað hvenær það gengur undir fyrirhyggjupólitíkina. Fyrirhyggjupólitíkin, einhver hugsar mig, einhver skilgreinir réttindi handa mér, einhver sér öryggi handa mér, byrja svolítið þarna. Já, það náttúrulega þetta fyrirbæri bara gróður að stíga fyrir aumingja, sko. Það það svolítið. Og til dæmis hvernig læknamafía, þú veist nú hvað ég ekki mjög tilbúin að gagnrýna mjög mikið læknamafíuna. Og ég hins vegar var mjög gagnrýnin á hana hérna áður. Ég hins vegar búin að skipta svolítið skoðun eftir ég kynntist ákveðnum aðferðafræðum þar inni. Ég vil alveg gagnrýna þessi vinnubrögð en ég á þeirri skoðun að það er búið að ákveða ákveðin form af læknisfræðinni, ráði öllu yfir henni. Þetta akademíska medicinal nálgun, það ég lít svo á að þeir sem að vinna með heilun eða þeir sem að vinna með náttúrulækningar, þeir sem að vinna með mataræði og svo framvegis, mér finnst að þeir allir að hafa aðkomu þessu hringborði. Og líka, mér finnst til dæmis, læknar hafa svolítið alræð, medical doctors, lyflæknar hafa alræðisvald svolítið við þetta borð og mér finnst til dæmis, hjúkurnar hafa ekkert að segja. Hjúkurnar eru hornsteinninn í öllum lækningum. Já, mér finnst bara svo mikil heimska að þarna komin bara svona gróða mafía sem í einhverjum annarlegu ástandi, og ef þeir gera mistök þá bara dæma þeir sjálfur í sínum eigin málum og fólk fólk hlýtur alltaf fyrst og fremst að bera ábyrgð á sjálfum sér, og mér finnst ekkert launþegar trúa því ekki. Nei, það þetta neitsömu halvvitar, og aumingjar sem eru alltaf vandamáli, það hvað á að gera við alla þessa helvítis aumingja, og mér finnst ekkert óeðlilegt að þessi læknar sem eru í þessari læknamafíu og þeir svo sem haldið, þeir eru mjög góðir handverkamenn í mjög mörgu, það er mjög margt gott sem þeir gera, ég hef átt mjög góð viðskipti við alls konar lækna og ég hef ekkert á móti því og þá eru þeir bara með sína skurðstofu eða læknastofu og svo grasalæknir með sitt og þessi með hitt og ég get þá bara valið það sem mér finnst og náttúrulega er alltaf búið að ræna öllum peningunum mín og þá á ég ekkert val. Þá er bara eitthvað sem segir mér hvað ég á að gera. Annaðhvort ferðu og tala við þennan læknir og hann gerir þetta við þig, hvort sem er líka betur eða verð, eða þú ert bara að étur það smúti frís. Það er alltaf þetta að étur það smúti frís og það er búið að taka að þér alla peningana, alla resursana. Já.
það aftur þessi fyrirhyggja, sko, en ég nefnilega farin að sjá meira og meira fyrir mér þegar ég horfi á heilsugæsluna. Ég farin að sjá hana meira og meira fyrir mér sem deild innan stórfyrirtækis. Hvað segirðu? Þegar ég horfi á heilsugæslur almennt, þar sem að við köllum heilsugæslu en er læknaafgreiðsla. Já. Ég sífellt meira sé hana fyrir mér bara sem deild innan stórfyrirtækis og þar sem að launþegasamningurinn og stjórnarskrársamningurinn og önnur skjöl sem þú voru undirritað eða ómeðvitað samþykkt án þess að hafa undirritað, þetta bara meðtekið sem sjálfgefið sem einhver svona náttúruleg entity að fólk sér ekki, er hægt að sjá að það inn í risastóru korporati. Já, mér þess að eru nöfnum okkar skráð í korporati, sko. Já. Þannig að þegar fólk að mæta á Austurvöll og mótmæla, þetta raunin nú bara lítill hópur á kaffistofunni sem aðeins að berja í borðið og segja, hérna við viljum fá öðruvísi salt með ísunni. Þetta eru bara heimskingjar. Það því miður, þá hitti ég bara spot on með það. Þetta fólk eru bara heimskingjar. Það sko, fólk það svo hugstjarft. Já. Það er búið að afsala sér vald yfir eigin lífi til einhverja annara og í gegnum hugmyndafræði sem að ég skilur ekki sjálft. Og ég sé engan mun á fólki sem aðhyllist atheisma, feminisma, kristinisma, sekularisma eða einhvern annan isma, einhverja hugmyndafræði sem það skilur ekki en hlýðir. Og svo, ef þú leyfir þér að gagnrýna þennan isma, þá áttu bara heimskingi. Veist. Okay. Það ertu óvinur númer 1, sko. Já. Og fólk sér ekki þetta, sko, þetta eins og þess að vera svo ánægður með Stefán Moulinhoux eða hvað hann heitir, að þegar hann fór að tala sko, atheistinn trúir á the state eða ríkið, að þetta sko, ég búin að vera að tala um þetta í heil lengi, atheistinn trúir á ideológíu. Ríkið ideológía. Fólk ekki ennþá farið að fatta, það bara stutt í það að hann fara að fatta, ríkiskerfi ideológía. Það hugmyndakerfi sem risastór hópur af fólki hefur samþykkt ómeðvitað. Já, það sem hann að segja, sko, að það sem hann hefur verið með tölvöld að þáttu það sem hann að taka viðtöl við atheista og hann hefur verið svolítið inn á þessar hreyfingu og hann að segja það sem opinberast fyrir honum núna, hann að segja að þessi hópur af fólki sem að kritisera kristna fyrir að trúa á rökvillu eða logical fallacy, það neitar að horfast í við sína eigin rökvillu sem ríkið og hann segir, sko, það eins og hann hafi verið að hlusta á djúpköfun í alvöru. Hann að segja að sko, guðglingrið, það rökvilla og ríkisismin eða hópismin rökvilla og hann raun að segja, sko, að það engin, hann raun að staðfesta það sem ég var að segja nokkuð lengi, að það engin munur á guðisma og hópisma. Það bara hvaða isma sem það ideológía ideológía. Nákvæmlega, ekki ideológía sem slík heldur ideológía með fallacy, sko. Mér finnst fallacyð í rauninni ekki skipta öllu máli vegna þess að þegar ég líka búin að vera að segja þetta alltaf lengi. Sko, ég komst að fyrir niðurstöðu fyrir þó nokkuð síðan, ég veit ekkert hvenær það var, að þetta 1% sem við kallum physical veruleiki, sem innan við 1% af veruleikanum, að það þetta svokallað ego, þetta heilabú sem pattern seeking animal. Og pattern seeking animalið sem býr til egoið uppskrift, bæði hegðunar uppskrift og hugsanaferla uppskrift sem maður á endanum hengir við nafnið sitt. Ég þetta, þú veist, ég húsasmiður, ég faðir, ég whatever. Þarna egoið, það hugmyndakerfið. Og ideológía þegar það eru fleiri farnir að aðfyllast sko sambærilegt hugmyndakerfi. Samanber til dæmis ef þú lappar inn í kirkju þar sem eru
100 kristnir, þeir eru samanbúnir að samþykja ákveða hugmyndakerfi sem orðið þeirra egoismi. Egoismi hópsins, en kollektífi egoismi. Já, þarna ég, sko, eins og þeir sem að hlusta á Frelsi TV reglulega og þig á rásina þínar, þeir eru með ákveðið lingó, sko. Eða við erum með ákveðið lingó sem að fólk sem að til dæmis hefur hort á mann lesi kommentir það bara, hvað meinarðu? Ég bara skil ekki svo orð sem þeir eru að nota. Þannig að við erum í þeim skilningi inn í ákveðnum söfnuði, sko, í lingó söfnuði. Hins vegar, og þarna fellur þessi pæling á þér finnst mér að sko, við hins vegar góðkennum ekki logical fallacy. Við sem sagt erum ekki á því að kyngja rök leysum, sko. Og það það sem að gera skilnaðinn, sko. Ég meina að fólk getur verið eins og í þessum Frelsi TV söfnuði eða Hreinberg söfnuðinu hjá þér og verið með ákveð lingó og hugsað með ákveðnum aðbrigðum og þegar fólk kemur inn í messu hjá okkur eins og núna þá upplifið það bara eins og það farið á samkomu í krossinu, sko, það bara skilur, veist, allir standa upp og hrópa halleluja og veist, akkur er allir að fara í koldnís upp á altarinu og veist, hvað er í gangi það er allt saman eðlilegt, en vandamálið byrjar þegar það er logical fallacy, það gerir skilnaðinn, sko, að ég gúddera engan, ég gúddera ekki logical fallacy. Ég ekkert sáttur ef við fallacy heldur en þú, ég eins og ekkert alltaf viss hvenær, sko, hvar mörkin eru. Ég lít svolítið á þetta meðan ég get ekki komið með eitthvað, sko, ég lít svo á hugmyndin er röng, þangað til hún hefur algjörlega óyggjandi sannan sig. Og jafnvel þá ég ekkert viss að hún sé rétt. Og ég fylgi svolítið þeirri skoður að meðan að sagt, ég má ekki, hvernig orða þetta? Þegar ég segi það engin sannleikur, heldur bara perception, þá á ég við að við höfum tilhneigingu, ég alveg eins og allir aðrir, til að taka hluti sem self-evident og að sjá ekki þegar við gerum það. Svo þegar ég trú einhverju, þá veit ég að ég að trúa því, það ekki víst að ég viti það. Já, og það það sem ég tel að hafa verið sterka hliðin hjá okkur, að þetta höfum við alltaf verið tilbúinir til þess að endurskoða. Já. Ef að við komum að okkur einhvers staðar í logical fallacy, þá höfum við hlustað á rökin, akkur þetta ekki lógist, sko. Já, stundum ég líka með ákveðna uppreist inn í huganum og sjálfum mér, gegn ákveðnum hlutum, bara til þess að stöða sjálfa mig til að gá, ég nokkuð komin ofan í svona, sko, blind spot fallacy, eitthvað sem að, veist, og þess vegna gerði ég vídeó í fyrra og bjóð til hérna, þá pælingu, hugmyndakerfið ekkert hugmyndakerfið, vegna þess að þegar ég áttaði mig á þessum egoisman og svo þennan kollektífa egoisma, sem sem sagt the mind pattern, sem farið að vera, sko, mind patternið, þegar það verður ideológía, þá verður það skurðgoðadýrkun. Þú ert farin að trúa á þetta kerfi, þú ert farin að trúa á þessa uppskrift, farin að trúa á þessa lausn, þú ert farin að hefja þetta hugarkerfi yfir allan vafa. Og það farið að stjórna hegðuninni og niðurstöðu. Og leiði mér að fara að hugsa svona, þá fór ég að taka eftir mununum á science og secular science. Þá fór ég að sjá til dæmis, sko, eins og með Stephen Hawking. Ég las sögu tímans, sko, 91 eða 92. Þú veist að hann hefur ekki skrifað neitt að þessu? Já, skipt með hann. Algjörð aukaðatriði. Ég les sögu tímans 92 því að það voru svo margir búin að dása þessa bók. Ég las hana og ég gagnrýndi í huganum sumar af hans hugmyndur. En svona breiðsíðan hugsaði ég, já, þetta þessi vísindin eru komin með í dag og þetta allt saman gúti. Síðan í fyrra, þá ég að lesa einhverja greinar eftir hann
og ég að fara í gegnum greinarnar, þetta inn á hans enga vefsíðu, einhverja fyrirlestra sem hann haldið, og ég rekst á nokkur fallacy, nokkur svona self-evident conclusions, sem voru gefnar sem forsendur til þess að geta haldið áfram með teóríuna. Og leið og ég rekst á þetta, bara í sömu greinin, eitthvað 3-4-5 atriði, og þetta var svo vandlega samansaumað, ég viss á strax að ef ég ætlaði að fara að útskýra þetta fyrir fólki, mann gæti ekki séð það, vegna þess að þú verður að vita svo mikið theoretical physics til að geta séð það, og ég vissi að þeir sem að þekkja theoretical physics myndi ekki viðurkenna að þetta væri fallacy, því þeir myndi ekki vilja viðurkenna. Og þú veist, það er þessi veggur, nei, þetta er ángjöð, nei, þú veist, sem eru frægustur rök í heimi. Og við erum báðir sekir að nota þessi rök, þú oftar en ég. Já, en sko, fyrir mér Má ég bæta einu við, bara litlu? Það er þarna sem ég áttaði mig á því, að ef ég ætla að vera sannur sjálfum mér, þá verði ég að viðurkenna þegar ég er að trú einhverju, ábúvent við þegar ég veit eitthvað, og ég verð að vera trúr því að mín hugmyndafræði verður að þola sína eigin innri ágjöf. Já, nákvæmlega. En það er sko, þegar ég er að tala um logical fallacy, þá er þetta eins og 2 tré í skóginu sem er að vaxa, sko, og annað er aðeins fara að taka sólina frá hinu. Og þá segir tréð sem er að tapa orustinu sólina, já, heyrðu, skógurinn var að senda tilkynningu, það þarf að höggva þig niður, sko. það er logical fallacy, sko. Já. Og það er það sem að við lifum í svona fallacy, að það er alltaf skógurinn er að gera eitthvað, sko. Og það er skógurinn er bara innheimta skatta með ofbeldi, sko. Það er bara skógurinn sem er að gera það, veist. Það sem að það er þar sem að línan er, sko. Hún er mjög skýr fyrir mér allavega. En mér langaði þess að, sko, mér langaði þess að taka mér langaði þess að dýbeita þennan orðveruleika sem ég hef verið að leggja fram, Truman Showið plus orðveruleikan sem að við sjáum endurspeglast í eins og biblíunni, sko. Sem við sjáum endurspeglast bara í því sem við erum búin að vera að tala um síðasta hálftíman, það er orðveruleik. Ég ætlaði að reyna að tengja það sem þú varst að segja mitt núna með innri endurskoðun, sko, á hugsunum hans, veist, og þetta kom svolítið frá þér að berja sig úr þegar maður festist í einhverju fari, sko, eins og með chemtrailin segja bara, þetta er bara allt sem að rugla, veist, þetta er bara vitleysa, sko. Ég var að gera vídeó um þetta bara í gær, þar sem að ég kom með þriðju útgáfuna á síðari heimsstyrjöldinni. Sko, ég nánast, sko, ég þurfti að pína mig til að segja þessu hluti. Já, ég veit. Ég sagði, fuck. Já, ég veit. En einmitt eins og þú varst að segja, sko, að maður þarf að vera mjög meðvitaður sinn orðveruleika. Já. Og þess að sérðu líka til þess að á mínu ferli hef ég bara búið til fullt af orðum þar sem að vanta bara orð inn í íslensku sjálfsagða hluti, sko. Já. Þannig að það er líka með þessar hugsanir í þessu sem að ég hef verið að gera, sko, og eflaust þú líka, og þú hefur komið upp með nýju orð eins og líkveldið, sko. Já, ég hafa örugglega fullt af nýju orðum ykkur þar. Já, að þú sér það, við erum að gera þannig hluti að brjótast út úr þessu Truman Showi sem við verðum í, að við þurfum að búa til nýju orð til þess að geta. Já. Þú ert miklu duglegri en ég að búa til nýju orð, en ég ger þetta á minn hátt að ég fer í uppreist gegn þessum orðum með því að koma með nýjar útskýringar á baku þau. Já. Neandertals people til dæmis er ekki lengur fyrir mér, er ekki lengur neandertals, það er orðið neanderfólk. En ég er líka búin að skilgreina þau sem humans, en ekki sem annað spísi eða aðra manngerð tegund. Já, sama hátt kom ég með þarna á sínum tíma, manstu, þegar ég Hoax tímabilið, eða serían Sálin var í Hoax og Sannleikurinn var í Hoax, sko, að þessar seríur okkar eru mjög þarfar, sko.
Já, þetta svona svolítið partur af þessu, að brjótast út úr eigin hugarmynstri. Maður þarf að byrja á því áður maður fyrir að sýna öðrum að þeir geta verið frjálsir. En ég er ekki ennþá búin að ná yfir það, sé ekki í öllum heimsfjölmiðlum að eftir að ég talaði við Harmagetunar að DNA væri hoax og síðan viðurkenndi genakárið í viðtalið sko með senni að það var svona leap of faith náttúrulega. Það var góð punktur. Ég veist svolítið að þetta sé ekki heimspressunni, finnst mér svolítið svona svekkjandi sko. Og ég veit ekki hvor okkar var fyrstur með það. Ég veit að ég var mikið að pæla í því fyrra haust, eða síðastliðið haust. Þetta með hvernig ætlar að tengja frumuna við tölvuinnlesturinn. Já, það er komin þetta frá mér að sú pæling. Ég man að þú varst mikið að pæla í þessum daginn og ég segi, var ég ekki fyrstur að tala þetta? En svo segi bara, hverjum ekki saman? Mér finnst þetta rosalega góða punktur. Hvernig ætlar að lesa þetta inn í tölvukerfið? Já, ég vil sjá USB-tengið þannig á milli. Og þá sagði Karlinn bara, já, þetta er náttúrulega svona leap of faith, sko, og gárungarnir bara kyngdu því, voru ekki með neitt svona Fox viðbröð við því. Nei, þeir eru sjálfur inn í sekularismann. Já, þeir eru í reglunni, þeir eru reglulega í þessum. Og það allir fávitar sem ekki inn í ismanum þeirra. Já, einmitt. Það alltaf þannig. Nei, veistu, mér finnst þetta orðið, sko, mér finnst að vera orðið svo augljóst hvernig við erum inn í þessu hugar orðamengi. Já. Og ég farin að gera meira eins og til dæmis, ég tók þátt í því nýlega að það er lítill hópur fólks á Nýja-Sjálandi að byrja til dæmis að nota eina hugmynd frá mér. Já, sem quantum democracy eða? Nei, það er enginn að byrja að pikka upp quantum democracy ennþá. En þá eftir að koma og ég hugsa að enginn af þeim muni vita að ég hafi verið fyrstur með það. En sko, Maori er ennstorð yfir sem er ætlað til þess að lítillækka Maóríana. Já. Maóríarnir sjálfir lengi vel notuðu Maori sem hefur aðra merkingu og miklu líkari merkingu eins og var meðal til dæmis Inúíta sem táknar fyrsta fólkið. Og eins með Bushmanin er með orð fyrir sjálfan sig þar sem táknar það saman. Fyrsta fólkið, frjálsa fólkið, lifandi fólkið. Og steinruna fólkið. Og þær eru byrjaðar að vinna með þetta, konur sem hafa fylgst með vídeónum hjá mér sögur frá, að þær voru eitthvað að tala þetta með að Maóríarnir eru í sífelldri baráttu fyrir sínum tilverurétti og sinni viðurkenningu. Ég sagði einhvern tímann við eina af þessum konum að því hún hafði sagt mér þetta með munin á orðunum og ég sagði við hann að komið af stað fyrir hreyfingu að endur nefni ykkur, hætta að nota orði sem englendingarnir gáðu ykkur. Bara nota ykkar eigin nafn, svipað eins og ég farin að nota Herúli bara í minni innri hugsun. Ég er ekki lengur íslendingur, ég er Herúli. Já, ég að nota íslenski víkingar með setum. Já, þú veist, það þú ert að taka sjálfan þig tilbaka út úr sjóunum. Og ég er mjög ánægður með það að þú dast niður af þessa tengingu Trúmans og orðana. Já, einmitt. En það sko, allar baráttur og all stríð eru orðsins stríð, sko, í raun. Já, það það nefnilega. Og það það sem sko, þess vegna eru þessi mótmæli niður á Austurvelli svo mikil heimska að, eins og ég hef sagt, sko, fólk ekki einu svona réttum leikvangi, sko. Það Evrópumóti bara í Hveragerði. Já, ég alveg steinundrandi á því að fólk skuli ekki skilja þetta. Og ég var að ræða þetta nýlega við annan Íslending að við erum komnir á þann stað, ég, þú og fleiri, og sérstaklega fólk sem að fylgjast, sko það er fullt af fólki sem að fylgjast jafnt með okkur báðum. Já, mitt. Og ég myndi voða mér að segja að allir sem fylgjast með mér séu líka fylgjast með þér. Já. Að við erum komnir á þann stað að við getum ekki svo auðveldlega útskýrt fyrir þessu fólki af hverju þau eru að gera sjálf sig að fíflum.
Já, reyndar mikið af því fólki líka, sko, ég finna hjá mér, sko, ég náttúrulega ekki tengslu við þinn hlustandahóp í gegnum þína channel, en ég finna á mínum channelum, sko, að það eru allir, í öllum hópum fólk að einhvern veginn að vakna. Já. Og þú sér það að ég var alveg fram á fyrir hádegi í dag í 10. sæti í vikulistanum á X-inu, sko, eða á Vísir. Já. Að það gríðarlega mikið hlustað á þessu útvarpsviðtölu við mig, sko. Þótt að þeir sé að foksa mig allan tíman, sko. Og sérstaklega í lokin, Máni sér þegar núna þeir með svona Máni þarna í þreytulutverkinu, já, þetta nú orðið gott. Já, þetta nú alveg orðið gott hjá þér núna, sko. Þetta fókstækni, sko, gömul fókstækni. Og þetta lokin, þá get ég ekki svarað henni, sko. En þú ert að koma mjög vel út úr þessu viðtölum. Ég hef ekki hlusta á þau. Ég hlusta á þau sem póstar. Þegar þú póstar því ég tek eftir því, þá En þetta svolítið eins og hérna, kannski fólk sem óvant að lenda í þessum tarteringum, sko, því ég rústa með þessu, en ég kannski eins og Níó, þannig að þegar hann var að slást við þeir hafa búin að ná ákveðnum stað, sko, að þetta hefur eiginlega engin áhrif á mig, þannig að setjum ekki neinu jafnvægi, sko. Já, þú er mjög góð aðkoma eins og ég tek eftir því. Sjálfur hef ég engan áhuga að taka þátt í þessu. Nei. Ég hef sagt það áður, eini útvarpsmaðurinn sem ég til í að fara viðtöl við Markús. Já, ég farið í nokkur viðtöl hjá honum og ég var búinn að setja mig í samband við hann sjálfur, en ég þekkti minn viðtölutíma þegar var komið nóg og það bara fínt. Og svo þetta útvarpsviðtal sem ég fór í hjá Vinni Ístúd í haust. Eftir það viðtal þá sagði ég við sjálf mig, ég hef ekki áhuga meira. Það líka, sko, það allt önnur taktík, þetta spjall okkar hérna, sko, eða live-in mín og allt það. Ég þarf, sko, ástæðan fyrir því að mér hefur gengið nokkuð vel í viðtölum að ég með þessa fjölmiðla taktík alveg upp á 10, sko. Já. Og já, það hefur náttúrulega hjálpað mér, sko, annars var löngu búið að slátra mér í þessum viðtölum, sko. Já, við dansi, ég þarf aðeins að standa upp 1 mínútu. Já, góðlega. Já. Það nú þess að reyfa sig svona. Ég nefnilega elda kjöt handa hundunum í ofninum. Já. Það akkurat komið á tíma, en núna má það bara kólnæra á leitinu. Já, ég reyndar svolítið þreyttur í kvöldin. Það nú oft bestu þættinir þegar maður dauðþreyttur, sko. Já, alltaf gaman að þessu. Ég hef svolítið gaman að þessu. Nei, veistu, það allt öðruvísi með svona vídeo, svona köfunarspjall eins og við erum að gera. Það ekki útvarpsþáttur. Þannig hérna erum við bara svona að spjalla hluti og svo það bara til á netinu. Já. En þessar djúpkafanir eru legendary, sko. Ég held að fólk átti sig ekki á því hvað þær eru sterkar, sko, og mikilvægar í bara sögu Íslands, sko. Nei, fólk átti sig ekki á því, mun ekki gera það í bráð. Þess vegna var ég að tala áðan með, ég hættur að spá í hver var að gera eitthvað fyrstur. Tökum þetta dæmi með USB-tengilin og DNA-ið. Veistu það? Þegar ég talaði það fyrst, það dokumentað í vídeói. Þegar þú talaði það fyrst, það dokumentað í vídeói. Já, nákvæmlega. Og fólk sem hefur áhuga á því sem við erum að pæla, það fer ekki einhvern gamla vídeóin okkar. Já. Það var eins og þessi kona sem ég rakst á í síðustu viku. Ég googlaði nafnið mitt út af einhverju. Ég googlaði yfirleitt ekki nafnið mitt. En það var þegar að ég var að búa til 3. channelin. Og þurfti ég að googla til að finna hann einn daginn. Ég sló í nafnið mitt til að finna að því ég var í þannig að vafra að ég mjöndaði bara veitu hvað aftur channelin minn. Ég googlaði hann og kom upp, heyrðu, playlisti, gælis. Vá, þetta. Þá kom í ljós einhver kona einhver staðar, einhver mystíker út í heimi sem var búin að setja 10-12 vídeó frá mér í playlista. Já, en það rosalega, sko, enska rásin að fá rosalegt ár. Ég held því sem næstu 10.000 árum á Panama-pælinguna mína þar. Glæsilegt. Og djúpköfun okkar að fá töluvaran slatta líka, sko. En ég tek eftir ég gerði hérna Gæli Seltinet, ég bara komið ykkur 11 subscribera þar, eða 12,
En samt sem áður, ég að fá alveg jafn mikið áhorf þar eins og á enskurásinu, jafnvel meira. Ég er vísu komin með betri myndavél á megni af vídeónum. En mér fannst gaman að sjá það það breytti engu fyrir áhorfið hjá mér þó ég skipti yfir í aðra rás. Já, einmitt. Og báðir þömbstánarnir mínir eru komið yfir líka. Bara helja mikið knús. Já, einmitt. Ég er ekki með svoleiðis núna reyndar, en það hefur komið stundum, sko. Og já, einhvern mann upplótaði myndbandi, held ég, sem var klukkutími eða eitthvað, og það var komið thumbs down eftir 5 mínútur, sko. Það var ekki útilokað að vinurinn hafði hort á þáttinn, sko. Ég fíla þetta, sko. Já. Ég fíla í tætlur og svari mitt við John Oliver conspiracy theorists. Ég fekk miklu meira thumbs down á það heldur en thumbs up. Já. Það var enginn sem fílaði húmórinn. Djókin. En ég horfi nú aldrei á þessa þumla þarna á þessu, sko. Nei, maður gerir það fyrst. Þetta er eins og með fyrstu niðrandi kommentin. Þú veist þetta, ég maður færi þetta og svo eftir nokkur skipti mann alveg saman. En ég er með á báðum rásum, á ensku rásin er ég með einhver 5-6 þúsund áhorf á mánuði á 28 dögunum. Og ég var að taka eftir á hana, ég er með 5.000 á frelsi, sko, síðustu 28 dagana. Já. Held ég, ef ég manni þetta rétt. Það er alveg rosalega mikið áhorf í gangi núna, sko. Alveg svakalega mikið áhorf. Meinarðu? Já, bara á rásina hjá mér. Rásirnar. Já, það er bara, það er frábært, það er bara mjög gott. En það er að vaksa hjá þér líka, eða ekki? Það er eitthvað voru lítið, jú, það er alltaf eitthvað. Ég tel þetta meira þannig að það kemur mér sýnist að þeir sem byrja að hlusta á mig að það sé ekki mikið brottfall. Já, einmitt. Og það þýðir, það er náttúrulega að segja mér ég segi, ég átta mig á því að þeir hluti sem ég er að tala eða hvernig ég geri það, er ekkert fyrir alla. Nei. Ég hef ekkert áhuga á því að allir fara að hlusta á mig. Mig langar, smátt og smátt, hérna er 300.000 manna þjóð, það eru kannski 1000 manns á landinu sem myndu fíla það sem ég er að gera, en í dag eru 900 að vita ekkert af mér. Nei. Það er þeim sem fjölgar. Einn og einn af þessum 1000 er að, já, heyrðu að Guðjón þarna, er að koma eitthvað nýtt frá hann. Mér finnst meira margt, ég hef aðeins tekið eftir, 3-4 sem hef ég séð að einhver postaði gömlu vídeói frá mér, einhver sem var að horfa á það í annað en 3. skipti. Og þá sagði ég, heyrðu, þarna hef ég hitt á að segja eitthvað sem var þess virði að segja. Já. Ég átta mig á því að á hverjum 10 vídeóm þá er kannski 1 vídeó sem er gott, þannig séð. Já. Ég hlusta reyndar á öll vídeóin. Ég stundur hlustandi númer 1, sko. Ég skil ekki þér. Nei. Ég er svolítið, ég er ekkert að spá er ég að fá okkur ég hef ekki áhuga á því að fá mikið af hlustandi. Nei. Svo þegar Frosti skaut því að ég mætti koma í útvarpsviðtal, ég sagði nei, ég vil ekki þetta exposure, ég nenni ekki svona. Ég myndi segja já eða það var í Markús, ég lít svo rosalega mikið upp til hans Markúsar. Já. Og bara persónulegum ástæðum, en hérna hann er ljómandi fínn, en það er einhver ástæða fyrir að það er búið að loka þar á okkur. Já, hann er náttúrulega í vinnu hjá útvarpsstöð. Já. Hann ræður ekkert öllu, ég er alveg viss hann væri að tala um okkur báða ef hann hefði því sjálfur. Áttam á því. Og ég virði það. Markús er með mjög breitt bak, þó hann viti að til dæmis þó að ég sittast með mjög sterkar skoðanir á sögu og hann er náttúrulega lærður í sögu. Þetta er hans fag. Ég veit hann hefur sterkt bak með það, Ég veit að hann hefur svo gaman af að ræða, skeggræða, óvenjulegar hugmyndir.
En svo annað sko, það var eitt sem að ég reyndar eina ástæði fyrir, ég var á fullu í þessum hagsmunasamtöku heimalana og ég kom fram með þetta greiðsluverkfall og þannig að ég þekki, ég hef tekið þátt í svona baráttu áður sko. Já. Og þannig ég átta mig alveg á því hvernig landið liggur í þessu og hluta til ástæða fyrir því að ég byrjaði með Frelsi TV og hluta ástæða fyrir ég flutt úr landi sko. Ég hefði svo sem alveg getað gert það gott að búa áfram á Íslandi sko. Ég var í alveg ágæti stöðu þar að ég áttaði mig á því ég gæti ekki gert þessa vinnu heima á Íslandi. Ég held að þú hafði tekið alveg rétt ákvörðun. Og ég hef alltaf verið á því. Mér finnst þetta mjög flott ákvörðun. En svo eitt sem ég áttaði mig á líka, þetta sem ég að segja sko, þetta sem ég að leggja fram að sko þegar allt hrynur aftur sko og fólk kemst þetta kerfi sem í gangi hrynur aftur og aftur og aftur og fólk verður fátækara á einhverjum tímapunkti kemst fólk á þannig stað að hann nú búin að vera að segja þetta í nokkuð mörg ár sko. Að þetta skipuleg glæpasamtök. Þú sér það fyrst þegar ég byrja að tala um þetta sem skipuleg glæpasamtök menn bara, come on, hvað þetta að meina? Að núna tala bara þúsundir manna valdstjórnina sem skipuleg glæpasamtök. Og nei, þú? Nei, ég bara fékk tækifæri í vikunni til að gefa vitnisburð við lögregluþjóna. Já, varstu að tala við lögguhauga? Það út af íkveikjunni sem var hérna á Ásbrú. Já, einmitt. Og fyrst hitti ég lögregluþjón og ég þurfti bara gefa honum upplýsingar. Já, einmitt. Og maður var náttúrulega í uppnámi og sko, þetta var bara í næsta húsið þess að ég var staddur sko. Já. Svo hitti ég aftur og það var þá 3 lögregluþjónar og þeir voru bara ná í viðbótar upplýsingar og og það bara var það sem mála skipti. Síðan þurfti ég að ná tali af einum þeirra aftur og í því ferli þurfti ég að samskipti við 3 eða 4 lögregluþjóna til að ég átti samtal við hann. Já. En þá var ég komin á jörðina og notaði tækifæri til að gefa vitnisburð. Já. Og þeir áttu engin mótsvör. Nei. Þeir vissu upp á sig sökina með Hraunbæ og Galgahraunið og Piparóðan. Ég minnist á öll þessi 3 atriði. Og ég áttaði mig á því að innan hóps lögreglunar stór hluti af mönnum sem vita upp á sig sökina. Það líka búið að skipta lögreglunni í tvennt sko. Það eru sérsveitir valdstjórnarinnar sem eru gargandi morðingjar sko. Bíða bara eftir tækifæri til þess að drita niður Íslendinga. Og svo ég sagði við á æfingunni í bakkarum hjá mér. Ætlaði að skjóta ykkur í dag, ekki í dag. Og svo hinn hópurinn sem ennþá að vinna fyrir lögregluna sko, sem sagt, og eru meira svona lögregluþjónar sko. Og það sem ég veit að það rosalega mikið að lögreglu liði sem að hlusta á mig. Ég veit að, og meira að segja hef ég átt í samtölum við lögreglumenn, því ég hef ekki heyrt þeim lengi núna, að þeir vita nákvæmlega hvað ég að tala um. Þeir átta sig svolítið á svona, þú veist, já, það margt sem ég segi, það, fólk kannski upplifir það sem ég að segja sem bara svona samhengislaust rant. En ég oft í mínum vídeóm að tala við ákveðin hóp, skilur. Já, ég skil það. Ástæðan fyrir því að ég til dæmis byrjaði að kalla það á lögguhauga að því að þeir kalla minnstu borgara landsins hauga. Þegar þeir þetta ekki bara haugur, skilur. Og þá einhvern veginn töldu sér rétt til þess að þeir mættu misþyrma fólki og að þetta eru svona haugar, sko. Og eftir það þá hef ég aldrei kallað þennan hópa fólki annað en lögregluhauga. Og þannig að í þessum röndum maður að tala líka við ákveðna hópa sko. Og ég held að mjög marg, og það held ég getur verið hluta til ástæðan fyrir að það erfitt að setja ákveðna hluti í ganga í Íslandi, að þetta fólk mjög vaknað. Annar hópur sem hefur haft samband við mig reglulega, það eru hjúkrunarfólkið mitt, sem að vill ekki láta bólusetja sig til dæmis og bara alveg nálum yfir þessari starfsemi sko. Ég svolítið erfiðari heldur en þú með það
og það líka eina af ástæðunum með það hvað ég stoltur af því sem þú ert að gera, að þú ert að tala, sko, þú stillir þér upp þannig, bæði þínu máli og þinni framsetningu, að þú nærð til svo breiðs hóps. Já. Og ég aftur á móti fyrst og fremst að gefa vitnisburð. Og ég svo ofboðslega ákveðin, ég hugsa að ég skuli bara segja það, ég öfgatrúar. Það bara þannig. Já. Og ég held að hvað segirðu? Alveg slita út. Já, síðasta bara. Ég náttúrulega frá því ég byrjaði með God's will, frá því ég sætti mig við það í október 2012 að ég væri að stíga fram fyrir trúna mína. Það gerir fólki svolítið erfitt fyrir að nálgast vídeó mín eða skrifin mín eða annað, vegna þess að það veit hvað ég að representa. Ég að representa ákveðna trúna og fólk alið upp í sekularismanum við það að vera skíthrættur svoleiðis. Það sér það líka á því hvað ég tek mína eigin trú alvarlega, að fólk eðlilega, og ég bara reynslandi úr trúmálum og þú örugglega kynsti líka, að fólk veit ef ég fyrir að trúa því sem hann segir, verð ég þó líka öfgamanneskja. Já. Og þetta setur fólk svolítið, sko, ef fólk verður að hlusta á vídeó mín og fær að gefa mér séns, ekki séns á að tala um mig. Ef þú hlustar á vídeó frá Stefáni Molyneux og þá ertu að kynna þér hvað hann segir. Ef þú hlustar á hann aftur, þá ertu að gefa honum séns á hann átilling. Svolítið þannig, sko. Fólk veit þetta þegar hlustar á öfgatrúamann, eða hlustar á Gunnar í krossinum, eins og þú varst nú að deila einu myndbandi frá honum í vikunni. Já, einmitt. Sem að ég hlusta á með mikill ánægju. Nú ég langt frá því að vera sammála Gunnari í trúmáli. Mjög langt. Já. Ég þú veist, af því hann á ákveðin misma og sko, þegar ég hlusta á hann, þá tek ég ákvörðun, ætla ég að gefa honum séns að orðin hans nái til mín. Þetta gerist innan með fólki. Og ég gef fólki ákveði kúdós þegar það að hlusta á fleiri en eitt vídeó frá mér, af því að það í vissri hættu, af því ég í endalaust að gefa vitnisburð. En þarna hef ég hins vegar sko cirka 30 ára reynslu í því að hlusta á trúboða. Já. Ég get sko hlustað á alla þessna 20 sinnum, en það breytir ekki gildum mínum eða skoðunum mínum. Af því að ég segi það saman. Sko. Og þessna sko, það lykilatriði sem við báður hefum sagt að sko ekki trúa orðaði sem ég segi sko. Farðu yfir allt sem ég hef sagt og sannfæru þig, og ef þú kemst að öðrum niðurstöðum með þetta sem ég verið að segja, endalega deildu því með mér, gerðu vídeo á YouTube og sendu mig linkin og ég mun horfa á það sko. Ég sé það til dæmis fullt af fólki sem að hlusta á mig, fólk sem með trúanlegan bakgrunn. Já. Þannig að það náttúrulega fólk sem með trúanlegan bakgrunn og veit hvað snýr upp og niður í biblíunni á mikið auðveldara með að skilja okkur, af því við náttúrulega referensum heilmikið í hana. Já. En það annað sem að eins og í vídeóunum mínum, þá oft gúti stöffið eftir 1,5–2 tíma. Sko. Stöffið bara fyrir þá sem að komast í gegnum skiljuna. Já. Það nokkri þættir sem að mjög mikilvæg efni síðast. Ég stundum velti fyrir mér að klippa það sko og gera sér þátt. Já. En ég síðan nei, þetta hvað sem ekkert fyrir gólumenn sko. Ef þú kemst ekki gegnum 3 tíma vídeo og frelsi 10 þá hefur ekkert að gera með svona stöff sko. Já, þetta mér gaman þessu. Ég hef ekki áhyggjur. Þetta eina ástæðan fyrir því að mér alveg sama hvort ég með fleiri að færi áheyrendur. Vegna þess að ég að tala til þeirra sem vilja heyra. Já, það reyndar líka mjög gagnlegt fyrir mig oft að þú ert í þrengra sjónarhorni sko. Ég meira að selja konseptin sko, svona sölumaður. Já, það eitthvað sem ég hef engan áhuga að gera. Nei, einmitt. Það
Nei, mér finnst, sko, ég lenti því fyrir, sko, bara eins og áður en Panamaskjölin komu, þá fannst mér ég vera svona óbeint hættur, svona, þú veist, það væri ekkert nýtt að, það var ekkert nýtt að byrtast í huganum. Já, einmitt. Þá upp í þessa myndavél. Já. En það sko, það virðist vera ekkert lát á þessum aðgerðum, sko. Það bara aftur og aftur og aftur falski fánar, skjalafánar og veist, þetta lið heldur bara áfram endalaust og það alltaf fleiri og fleiri sem að vakna alls staðar í heiminum og ég að velta fyrir mér hvort að þetta muni misheppnast þessi New World Order áætlun. Sko mér finnst mjög óþægilegt hvað Sameinuðu þjóðirnar og NATO orðið valdamikla stofnanir. Þeir reyndar ráða ekki við Rússar bara snéru þeim við í Líbíu og þeir snéru þeim við í Úkraínu, sko. Já, þeir fóru mjög illa með þá í Sýrlandi. Já, ég meinti Sýrlandi fyrir ekki, í Sýrlandi. Rússar sömdu að sitja hjá í Líbíu, þeir voru plataðir. Svo þegar það farið að bomba Sýrland, þá svo nei, come on, nei, ekki ég er ekkert viss, ég pælti þessu líka, en Putin hefur samt frá upphafi gagnrýndið og mikið fyrir það sem voru að gera í Líbíu, en skiptir sér ekki að því, nei. En ég sé hins vegar RT.com notar Líbíu alveg miskunnarlaust. Já, en það minnir síðan það. Það sem ég svo hræddur að Rússar séu með í plottinu, sko, þetta sé bara þessum veggjum sé haldið þarna á meðan að vera að klára heimavinnu í iðnaðargettóinu, eins og kallað. En ég veist það, ég meina, nú brykkið að koma í gang, sko. Já, þeir að byrja að veita lán. Já, nú brykk og þá fer að koma, sko, önnur greiðslukerfi, sko, allt í einu fer að bjóðast bara aðrar greiðsluráterar, sko. Já. Að þetta að gerast, sko. Og það sama hvað ólátast, að þetta að gerast, sko. En það ýmis shift samt í gangi, ég finn til að shift hjá mér. Ég að byrja meira og meira að fara í aðrar lindir í leit að upplýsingum. Eins og þetta, núna ég að hlusta alveg grimt á Soros. Já. Og ég að horfa á efni og hlusta hljóðbækur sem sumt að ég allt upp í 15 og 20 ára gamalt. Já. Kallinn komin yfir 8, sko. Hann fæddur hvað 1930, eitthvað svoleiðis. Því miður eins og við stundum sagt, þá greining elitumafíunar ári oft rétt á fávitunum, sko. Já, og því meira sem við erum að fara dýpra, þeim meira við að byrja að skilja, sko, þarna nýja fleti. Mér finnst til dæmis áhugavert núna, sko, ég varð fyrir mikilli vöknun við Panama-fæls. Já. Með að fara að horfa aðeins betur í kringum mig og ég að gera það. Og ég finn þarna fyrir sífti. Ég til dæmis byrjaður að gera eitt sem ég hef ekki gert áður. Ég farin að vista efni öðruvísi. Þannig ég geti flett upp í efni. Já. Og ég farin að og eins og núna ég að horfa til dæmis á, sko, það eitt með Soros, það eitt til það sem mjög áhugavert sem að ég vissi ekki. Þegar hann kemur, þegar hann er 77 ára, 2007, þá kemur hann out of retirement, þá var hann búinn að vera á eftirlaunum í svolítinn tíma. Hann með hans fyrirtæki, grundvallar fyrirtæki, heitir Quantum Fund. Já. Það heitir Quantum Hedge Fund eða Quantum Financial Fund eða eitthvað svoleiðis. Og ég sagði, býttu, hann hefur áhuga á skammtafræðinni. Ok. Býttu nægur, þegar hann kemur út úr retirement 2007, hvers vegna? Hvers vegna kom hann út úr retirement 2007? Jú, hann sá hvert stemdi með þessa bólu sem sprakk haustið 2008. Þá voru þjálfaðir starfsmenn búin að vera að reka sjóðina sem svolítinn tíma. Hann kemur out of retirement, hann vinnur í rúmt ár, í rauninni fram á 2009, 1 til 2 ár, hann að vinna hjá sínum fund og
græðir á því tímabili milli 2 og 3 billjónir dollara, milli 2 og 3 milljarða dollara. Þegar hann spurður út í það, þá hann mjög hæverskur og hann segir bara eins og þetta ekki endilega svo stór upphæð miðað við hvað ég rek stóran sjóð. En ég sá hann tvívegis í viðtölum segja, ég kom aftur til starfa til þess að vernda mína fjárfestingu og mér tókst að vernda hana og skila hagnaði. Bíddu nú hægur, af öllum þeim fjármálaapparutum í heiminum 2008 og 2009, þá var hann einn af fáum sem náði að skila hagnaði í gegnum þessa bylgju. Svo þá fer maður að spyrja, bíddu, hvað veit þessi kall? Og ég hugsaði, ég ætla aðeins að setja mig inn í hvað kallinn að segja. Ég ætla að gera ráð fyrir hann ljúgi öllu sem hann segir. Vegna þess að hann áttar sig á því að þar sem hann að það dog eat dog. Svo ég fer að grúska og ég rek mér á það að bókina þarna The Alchemy of Finance, hún fyrst og fremst heimspekirit. Kallinn lítur á sig fyrst og fremst sem heimspeking. Já. Og hann viðurkennir, ég fór út í fjárfestingavinnu bara til þess að sjá fyrir mér og mínum og þangað til ég átti fyrstu 200 milljónirnar, þá var þetta bara stríð. En ég sé það á þessari bók og með fleiri ræðum sem hann með, að öll hans hugsun snýst heimspeki. Og nafnið hans, Quantum Fund, náttúrulega bara bein tilvísun í heimspeki og hann fer að tala það að hans theory of reflexivity sem hann búinn að vera berjast fyrir í 20 ára fólk var að skilja, því hann að segja fólki basically hvernig hann hugsar. Og hann segir, ég bara að reyna að gefa af mér, og hann ekki að gefa sér peninga endilega, hann að gefa af sér hugsunina. Og ég átta mig á því þegar það var 2 lyklar sem hann heilluði mig svolítið, því að sko, eftir því sem ég grúska meira í kallinum, þeim mun meira vex virðing mín fyrir honum. Hann reyndar náttúrulega, hann einn af þessum sem að tók í umsjón ránsfengina í seinni heimsstyrjöldinni, sko. Já, ég ætla ekki að, það allir illir, en eins og þú segir og Biblía segir og ég segir og allir sem að vita eitthvað segja, baráttan snýst ekki við hold og blóð heldur andaveður í óskunum. Já. Ég nenni ekki að segja Trump illur, Soros illur, Rothschild illir, ég nenni því ekki. Ég miklu meira áhuga því að skilja hvernig þetta fólk hugsar og hvers vegna það hugsar eins og hugsar og hvað það gerir næst. Mér langar að sjá yfir blindhæðina og fyrir blindberðina. Og ég nenni, ég aftur móti menn eins og, til stjórnmálamenn sem að ég fyrirlít, en ég nenni bara ekki að velta mér upp úr því, ég nenni ekki að fara niður á Austurvöll að mótmæla. Nei, en En það náttúrulega einhver bein í nefun á gaur sem að rekur svona stóra sjóði og setur þjóðir á knén. En það það sem að virðist líka vera að gera, það sem erfiðast í bara litlum fjölskyldufyrirtækjum eru kynslóðaskiptin, sko. Já, það þannig. Það virðist vera stærsta vandamál New World Order eru kynslóðaskiptin og núna eru bara öll fundaherbyggja fyllast af fávitum, sko. Já, það getur verið. En allan það sem að það var 20 sem að ég rakst á hjá kallinum. Já, annars verður þetta, hann kom out of retirement og græddi á því. Svo líka þetta, allir sem eru öskraðina, Soros illur og bla 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 bla, nánast enginn að þeim að rannsaka hvernig kallinn að vinna, hvernig hann hugsar. Enginn að setja sig út í það til dæmis, að þessi Open Society Foundations og þetta INET Economy og Central European University og allt þetta dæmi, hann ekkert að dæla peningum í þetta til þess að breyta heiminum. Þetta er hans offshore. Leið og þú átt ákveðna upphæð af peningum og setur ákveðið hlutfall í góðgerðarstarfsemi, þá ertu skattfrjáls. Hann bara að sleppa og borga skatta og græða á því og hræra svolítið upp í heiminum í leiðinni, reyna að lesa út úr þeim mynstrum og græða á því líka. Þú veist, kallinn snillingur. Og meðan allir öskrandi niður á Austurvelli á eftir Sigmundi Davíð.
En það að sama og ef þú hlustar á Max Kaiser bara í síðasta þætti, þá var hann að tala Ég hef ekki hlustað á hann í svolítið tíma. Nei, hann var að segja í síðasta þætti, sko. Þá var hann að segja, ég menna bara ef þú ert í bankaviðskiptum að þá segja þær við þig, sko, þú ert komin upp fyrir ákveðna eignastöðu, þá gilda ekki sömu lögum því lengur, sko. Já. Og og það bara sá veruleiki sem við lifum í, sko. Bara eins og við sjáum með fólk sem í fjárfestingum, þú veist, það er í ákveðnum fjárfestingahugleiðingum, segjum að þú eigir 1-2 milljónir og þú ert aðeins að prófa þau áfram, sko. Og síðan eins og ein kona var að benda mér á sem er viðskiptafræðingur, bendi mér á bara núna fyrir örfáum dögum. Og hún sagði, þú ferði ekkert að versla í Kauphöll Íslands fyrir þú ert með 10 milljónir í sjóð. Þú kaupir ekki bréf í Össur eða fiskvinnslu fyrirtæki Marel nema eiga ákveðin sjóð til að byrja, sko. Já. Og svo þegar þú ert komin inn í það, þá ertu kannski farin í stærri kauphallir og þá ertu að spá í byrju, er Microsoft að skila hagnaði, er Oracle að skila hagnaði, er Marel að skila hagnaði, whatever. Þú ert komin í svona stórar tölur, sko, þá ert ekki einu svona að höndla þetta sjálfur, þú ert bara á snekkjunniðinni að skoða módel, sko. Já, það sem við erum að sjá eins og þegar þú ert orðin einn stór og sór og sjálfur, þá ertu kannski með 100 manns í vinnu á þinni skrifstofu sem að höndla í þessum 10 milljóna sjóðum, sko. Já, eða 100.000 mann, sko. Eða eitthvað. En þú sjálfur, þú ert farin að pæla í trends, sko, fyrir, sko, efnahagssvæði. Hann að hugsa trend, þú veist, eins og þegar hann tók þessa skortstöðu gegn breska pundinu, þá var hann að vinna með the whole British Commonwealth. Bara að það sé svona. Já, þá ertu náttúrulega komin í þá stærðargráðu að þú býrð til eventin sjálfur, þú býrð til trendin sjálfur. Já, og þá þess að segja, sko, þegar þessi aðili sína farin að veita, bara svipa því sem með iNet Economy, sko, hann bjóð til þennan think tank sem heitir iNet Economy, hann setti $50 million síðan, bara til að opna sjóðinn, setti síðan upp reglu til að tryggja að hann hefði enga aðkomu á sjóðnum til þess að skipta sig á hvernig hann myndi þróast. Og ég hugsaði, hvað græðir hann á því? Jú, hann fær viðbótar, sko, þú veist, alveg eins og þegar við erum að vinna, ég og þú, með okkar personal fallacies. Þegar við erum í djúpkofun, þá rekust við þess á með hluti og opnum fyrir, þarna ert þú með fallacy, Axel, hérna ég ekki með fallacy, Guðjón. Því ég náttúrulega aldrei með fallacy. Þetta reynda gerist næstu aldrei svona, sko. En þú veist, við rekumst á, sko. Þarna lendi upp á skeri, þarna lendi þú upp á skeri. En við erum ekki að telja hérna skerin, við erum, höldum áfram að sigla á strandinu, sko. Þessi bók sem varst að benda mér á, Alchemy of Finance, þú veist að Newton gamli, hann var fyrst að skrifa eplið sem að datt í hausinu á honum. Svo fór hann á kaf í Alchemy og síðan eftir það var hann svona pínu geðveikur, sko, svona einsett og gall. Og síðan fór hann í peningaprentuna í IMF þess tíma. Ég vissi það reyndar ekki, sko. Nei, hann var að vinna við það að þeir sem voru að falsa peninga, hann sá að leiða þá í aftöku, sko. En ég þarf að kynna með það, en það sem að mér finnst áhugavert með Soros, ég er ekki komið langt í bókinu ennþá, en hann byrjar á mjög skemmtilegri pælingu, hann byrjar á, þú veist, hvenær þekkir maður sjálfan sig, það nánast aldrei, og síðan fyrir hann beint út í, flestar ákvarðanir á peningamarkaði eru ákvarðaðar af draumhyggju sem nákvæmlega það sem við erum að klíma við í okkar fallacy-eltingaleikjum, sko. Og hann var ekkert að pæla í, þú veist, þetta fyrirtæki að standa sig betur eða ekki, hann heldur hvernig les ég, sko, viðbragðs eiginleika markaðarins út frá einhverjum tilfinninga og heimspekilegum forsendum, sko. Og allt í einu sé ég, hann lítur á það að vinna með peninga. Það bara viðfangsefnið sem hann nú notar fyrir heimspekina sína, sko. Og hann fer rosalega djúpt og hugtakarnotkunin hjá honum er framúrskarandi. Hann með fullt alveg ótrúlegustu hugtök á hreinu, sko. Og ég sé á viðtölum við hann að hann man fullt af upphæðum og dagsetningum alveg óhemjuvel.
Þannig, nei, ég bara mjög gaman að skoða þetta og ég nenni ekki sko vera elda chemtrails ef að ég, þú veist, endalaust. En málið sko, það það sem að, sko, ég hef ekkert á móti svona liði sem klárt og verður rosa ríkt og allt þetta, sko, en það þegar þetta lið fer út í að skaða aðra með eins og eugenics pælingunum og þú veist, þetta lið verður einhvern veginn svona bara klikkað í hausnum, sko. Já, við erum alveg sammála þessu. Þegar ég segi, sko, Trump illur, Soros illur, þeir eru að nýta sér að geta manipulerað huga annars fólks. Já, mér finnst það mjög illar hugsanir að bara, þú veist, já, við eigum að waterboarda fólk meira, við erum alltaf mjúkir við fólk og við eigum að sprengja lítil börn í þessu land og hinu landinu og þarna línan, sko. Mér finnst alltaf að George Soros eigi fullt af peningum og hann sé duglegur kall og það verður alltaf einhver ríkastur í heiminum. Já, mér finnst það alltaf í lagi, sko, en sko, þegar þetta lið fer yfir línuna, þetta sem lögreglumanninn, lögregluþjóninn, mér finnst alltaf að lögregluþjónn vinni við það að verja fólk. Ég finnst að lögregluþjónninn að hjálpa fólki í sjálfsvörn. En þegar lögregluhaugurinn fer að nýta stöðu sína til þess að ráðast á fólk og meiða fólk og jafnvel drepa fólk, þá eru þið farnir yfir línuna, sko. Við erum að hugsa það sama þarna, en það sagði ég veit lögregluþjón í vikunni. Ég að fyrir kynslóð sem mann þegar lögreglan voru lögregluþjónar. Já. Og hann svaraði því ekki. Nei. Hann leit undan. Sko, ég hef sagt í allan á 2 vídeóum, allan á 2 vídeóum held ég á ensku sagt, allan að veða manni eftir að hafa 2 sagt í vídeóum, varastu hvort þú vilt horfa á vídeóum mín, þau eru hættulega. Já, þú getur skipt skoðun. Já, þú veist, ég hef ekki áhuga á því að manipulera hvernig annar fólk hugsa. Nei. Ég hef bara áhuga á tjá minn hug, en ég tilbúin að hlusta á huga annarra. Lestu alkemi Brallans Newtons? Já, það á lista hjá mér og ég get alveg sagt þér að ég var að nefna áðan að það komið ákveðið shift hjá mér. Ég að byrja að pæla aðeins í nýjum hlutum. Já. Ég svona að kynna með Soros núna bara af því að Panama Files brallið vakti mig til meðvitundaræðins að skoða þennan mann og það sem hann hefur verið að gera. Og ég sagðist ekki dást á honum eða alltaf vera fylgja honum, en ég ber virðingu fyrir honum. Ég átta mig á því að þarna náungi sem miklu klárari heldur en gengur og gerist, sko. Já, eða gaur sem lendir í ákveðnum kringumstæðum, sko. Hann var náttúrulega bara réttum maður og réttum tíma og þarna, ég meina, þetta var bæði í Sovjet og í Evrópu þar sem var verið að drepa fólk og hirða þeim aðleguna, sko. Bolsevikarnir voru náttúrulega kafi þessi í Sovjet, sko. Já. Og þetta eru þessir árans atheista vinstri drullum allt, sko. Þeir eru líklegir til þessa, sko, að þeir bara fara og drepa heilu göturnar og hirða draslið, sko. Ja. En svo líka bara maður sífellt að reka sig á það eitthvað sem maður veit ekki. En af því hún minnist á alkemi, sko, ég að byrja að snúa augunum meira á alkemíinu og líka symbolisma en ég gerði áður. Og ég verið að viða að mér fullt af rannsóknarefni sem að svona open source rannsóknarefni. Ég er búin að vera huglega mikið undanfarið að búa með til lítinn online database fyrir að, sko, alveg eins og ég var að gera í fyrra með Street Rock, þá setti ég inn á Street Rock all vídeó sem ég horfa á, ef þau voru áhugaverð. Ég hef svona hægt mikið á því, ég gerir mjög lítið að því núna, en ég svona spá ég að búa til lítinn database, svona enga petju, private petju fyrir hluti sem ég rekst á til að geta tengt punkta. Já, einmitt. Ég ekki byrjaður að gera þetta, en ég svona að huglega það og þá myndi ég hafa hann á netinu, sko, þannig ég geti unni með hann ákveðin átt. Já, einmitt. Svona enga encyklopedíu. Já. En svona, ég komin svolítið, sko, að því við erum komin á ákveðin hring. Ég fer ákveðin hringi. Ég hættur að vinna með ferlýs ákveða vilja. Ég hættur að vinna með þjóðveldið. Ég hættur að vinna með samsæriskenningar.
Ég hættur að vinna með ég hætti náttúrulega aldrei að vinna með God's will, það er bara eitthvað sem svo plantar sér vex og þróast og breytist, en ég finn að ég er að byrja á einhverju nýju. Já. Það er líka, sko, maður má ekki festast í einhverjum ringförum, sko, eins og til og með þannig að DFC, agentinn DFC, hann er ennþá að tala Taiwan krasið. Ok. Bara get over it, sko. En samt gott, þetta er bara eins og með þú veist, þegar ég er að gagnrýna Marcellan conspiracy media, ég þarf á þeim að halda. Já, ég reyndar, það er ákveðin hópur sem ég þarf að fara að henda út af subscription listana hjá mér, sko. Það eru margir sem eru bara, sko, þegar fólk fer að spinna í hringi, ef þú heldur ekki áfram, sko, move on, sko, þú verður að halda áfram. Morris er gott dæmi um þetta fyrir mér. Hann er í mínum lögum alltaf að segja það sama. Ég gekk á Morris svona 3-4 ári og tek ég fyrir einar ásynans, fyrir gegnum F á vídeo, er hann að segja eitthvað nýtt, er eitthvað nýtt að gerast hjá honum? Nei, en öðru hvoru kemur hann með alveg frábær viðtöl. En sástu vídeo hjá Russian Bear þar sem þeir voru að kvarta undan Morris, Joachim og Russian Bear? Nei. Það voru að tala óheilindi af hans hálfu í skoðunum gegn Sýrlandi og... Endilega sendu mig líka í það. Já, þú ert með Russian Bear, er það ekki? Ég hef ekkert verið að fylgjast með honum undanfarið, sko. Nei. Ekki síðan í desember, janúar, sko. Þetta er bara síðasta eða næst síðasta vídeo hjá Russian Bear. Þá er Joachim hjá honum. Já. Og þeir voru ekki alveg sáttir við pólinn sem að Morris tók og voru mjög sárir út í hann, sko. Ok. Og þeir hafa báðir verið í viðtölu með honum, sko. Já, báðir. Mér finnst það svolítið sterkt að segja það opinberlega þegar það verður eitthvað ósáttur, sko. Já, en Morris er náttúrulega bara, ég hugsa hann barnavendina í Víetnam, sko, hann var með barnið aftan í mótorhjóla kerrinu, það var alveg vum. Kannski aðeins að kerrulegs með barnið, sko. Það er sérstakur kallinn, sko. Nei, ég kann vel við kallinn svo veist. Og það hefur fullt af ákvörlum, en ég myndi ekki vita af Jóakim nema út af honum. Já, ég hlusta alltaf á hann, sko. Og eins með Alexander Dugin, ég þakka Morris það að ég veit af Alexander Dugin og það kynnt hann og mun halda áfram. Ég man ekki hvernig ég rakst á Shakin, ég man það ekki, en ég veit að Morris hefur talað við Shakin öðru hvori mörg ár. Ég bara man ekki hvernig ég rakst á Shakin Imran. Ég hef ekki séð hann nýlega, Shakin með hann er að skrifa bók núna. Ég skrifa honum daginn. Já. Vegna þess að hann hefur svo mikið áhuga á, sko, það er ákveðin nálgun varðandi það sem hann kallar the fire out of Yemen, að ég tvisvar skrifa honum það. Hann sagði mér að við fyrir að skipta, hann ekki endilega áhuga á þessari nálgun, en svo rakst ég á einhvern annan punkt og sendi honum, og hann hefur alltaf svarað og sagt, takk fyrir að segja mér þetta, þó ég hafi kannski ekki áhuga á þessu og bara ástakveður og friður og kærleikur og það allt, sko. Kallinn er mjög einlægur. Hann myndi sjálfsagt grýta mig, sko, ef ég færi til Sádi-Arabíu að predika, sko. Kallinn er frábær og en hann skrifaði mér, sko, ég er upptekinn þess að staðan að skrifa bókum mannaði Bas eða eitthvað. Já, einmitt. Eða Daesh, Jazz eða eitthvað. Antikristinn. Hann er sérst að koma með nýja bók, hann er að vinna nýja bók. Já. En heldur þú að það komi núna stóri falski fáninn? Ég veit það ekki. Ég var mikið að pæla í þessu fyrra. Ég er náttúrulega búin að tala mikið um þetta í fyrra. Ég veit það ekki. Ég er búin að dokumenta hvað ég var að pæla í fyrra og það er bara það. Það hlýtur að valda þeim áhyggjum að þúsundir, ef ekki 2000 manna eru búin að debunka eins og Brussel bara eftir korter. Er það bara, nei, þetta er falskur fáni. Þeir komast, sko, það verður einn risastór falskur fáni sem verður ekki debunkaður. Það verður. Þeir þurfa á honum að halda, en það er ekki komin tími á það ennþá. Þeir þurfa á honum að halda. Já, þeir náttúrulega, sko, falski fánin er náttúrulega einhver reisa bomba og að kenna Rússum eða Írunum það, sko. Það verður stórt, það er einu sem við. Sýrlandið einhverjum, sko. Sko, við erum að horfa á eitt.
ég veit ekki til þess að neitt sé byrjar að segja það. Ég aðeins byrjar að minnast á það mínu vídeo. Að, þú veist, ég veit ekki, þú veist, síðan ég fór að spá því að það er stríð milli sem sagt sameinaðrar Evrópu og Rússlands og Bandaríkjanna. Ég byrjaði að tala með einhvern veginn í fyrrasumar eða haust. Hvað segirðu? Að það er stríð, að Evrópa myndi kljúfa sig að NATO myndi hrynja. Já, einmitt. Og Evrópu þjóðir, þetta myndi taka langan tíma, myndi snúa sér að Rússum. Það er ekki út af Pútín, heldur út af Alexander Dugin. Alexander Dugin er á fleygi ferð að þróa nýja hugmyndafræði, handa Evrópu. Þegar, sko, ég var búin að leggja saman marga punkta í þetta púsluspil þegar þetta bara svona fæðist. Hvað segirðu? Slitna aðeins? Leggja saman marga punkta í fyrra þegar ég fór að leggja þetta saman. Já, einmitt. En þegar ég fór að vinna síðan meira með þetta, þá fór ég að átta mig betur á hvað ameríska efnahagsundrið er. Og það er enginn sem ég veit menn eru byrjaðir að tala þetta með petrodollara og það peningasvindl sem er á bak við hann. Og það tók mig svolítið tíma að fatta hvað petrodollarin er. Það eru mjög margir sem vita hvað hann er en ekki skilja hann til fulls. Imran Hussein skilur hann mjög vel. Já. En ég sé það til þess jafnvel meðal marginalmídíunar og samsæringa þá eru mjög margir sem ekki fattir að fatta hvað petrodollarin er. En þegar ég fór aðeins að kafa hann í það og skoða betur ameríska svindlið, þá fór ég að átta mig á því, ef við förum aftur á bak í tíma, af því við erum báðir fæddir á 7. áratugnum. Ef við förum aftur á bak til bara 1980, þegar menn voru að keyra helst á amerískum bílum, þeir voru að horfa á amerískar bíómyndir, að drekka Coca-Cola, allt var ameríska efnahagsundrið, amerískar framfarir, amerísk vísindi. Ameríka hafði sigrað nasistan, Ameríka hélt Sovjetkommunismanum í skefjum, Ameríka, og þar voru allir ríkir, sjáðu, the land of the free, the home of the brave. Amerískur her hefur aldrei getað sigrað í stríði, ekki fótsoltirar, en vélahernaði, já. Þeir eru mjög klárir í vélahernaði, bigger and better guns, og meira af þeim. Þegar við horfum á þessi velmegunar ár Ameríku frá 1920 til 2000, bara í 80 ár, er Ameríka eitt risastórt efnahagsundur og áróðurinn í amerísku afþreyingarefni í Hollywood. Áróðurinn farðu til Ameríku því þar eru tækifærin. Og ég var lengi að kveikja á því. Ég man að það svona 20 ár síðan ég kveikti á því. Hvað er þetta ameríska tækifæri? Það er ekkert meiri viðskiptatækifæri í Ameríku heldur en á Íslandi eða Svíþjóð eða Rússlandi. Þegar maður fór að horfa á hvernig samfélagið er samsett, þá fór ég að sjá, það er einhver áróður þarna bakvið. Það er einhver feluleikur þarna bakvið. Og svo þegar ég fattaði petrodollarinn í vetur, þá fattaði ég ameríska efnahagsundrið, hver svikamælan er. Amerísk efnahagskerfi Vesturlanda er ein risastór svikamæla. Já, nákvæmlega. Af hverju er Evrópa ennþá occupied? Leið og þú sérð hvers vegna þá fattar ameríska efnahagsundrið. Hvernig var Evrópa endurbyggð eftir stríð? Það var ekki Marshall-aðstoðina. Marshall-aðstoðin var þeirra tíma IMF. Hvað snýst IMF um? Það snýst að allur heimurinn skuldi Ameríku peninga. Og borgi aldrei upp skuldina heldur bara vexti. Þetta er nákvæmlega sama módel og verðtryggingin á Íslandi. Já. Íslenska þjóðin mun aldrei losna úr skuldafangelsi, hún mun aldrei geta veitt fiskinn í sjónum sínum, hún mun aldrei eignast yfirráð yfir ánum sínum, hálendinu sínu, virkjuninu sínum eða yfir sjálfum sér meðan hún gerir ráðningarsamning og fyrir heilsugæsluna til að fá lyfseðil við vanlíðan.
En málið sko að þessi aldarblekking að hrynja sko. Það það sem að Það málið. Og býttu nú hægur, hérna kemur punktur hér við. Nú er ég að eyðileggja næsta vídeó fyrir sjálfum mér, sko. Já. Soros nefnilega gaf mér ákveðið hint sem að hefur búið að fara fram hjá okkur öllum. Já. Hann segir, ég tók eftir því í kringum 1975 að það var að vaxa superbubble í heiminum. Allir halda að superbubblið hafi sprungið 2008. Já, nei. Það var lognið undan storminn. Já, það stóra bublan the derivative, sko. Sjáðu þegar fólk í Evrópu, og það þess vegna sem eru svona hræddir við Grikkland, vegna þess að almenningur í Grikklandi fattar hvað í gangi þar. Sérðu þegar það fyrir að breiðast út eins og gárar og tjöld í subconsciousinu í Evrópu. Já. Þegar Evrópa fattar að Evrópa hefur verið svín á bás í 70 ár. Já. En málið sko, það það sem að Grikkir eru svo klárir í, að þeir reka aldrei síðasta naglan í húsinu sína því þá þurfa þeir ekki að borga skatt af því, sko. Grikkir eru snillingar. Já, að sko, það var eitthvað sem flaug yfir Grikkland með drón og það var sundlaug við hvert einasta hús en það voru bara 10 sundlauga skráðar. Að þetta það sem að, sko, það svo mikill grunnur undir þessu ógeðsapparati og þess vegna búið að vera þetta Panama fiður í gangi, að það grunnurinn að öllum heimsveldum að innheimta skatt með valdi sem sagt ofbeldi. Það grunnurinn að öllum svona heimsveldum. Ég reyndar ekki sammálaður en nokkuð nær í lagi. Grunnurinn það sem að nafniðinn á Frelsi-TV kalla Prupp í bóksi. Já, það sem sagt réttlætingin fyrir því, en glæpurinn sjálfur að taka skatt með valdi. Og það sem að já, það alltaf vandamálið þessir heimsku sauðir sem að hlaupa alltaf. Hugmyndin sem að þú tekur yfir allan vafa, kreddan og dogma. Dogma sem stjórnar hugsuninu. Nei, ég held að sko leið og sko ég var ofta út að reyna útskýra fyrir það. Þegar þú samþykkir eitthvað sannleika þá ferð að hlýða þeim sem á þennan sannleika, þeim sem skilgreinir sannleikann. Ef þú samþykkir sannleika íslensku stjórnarskrárinnar þá ferð að hlýða þeim sem á þessa stjórnarskrá. Já, einmitt. En þetta mjög abstrakt hugsun sem mjög erfitt fyrir fólk að fanga. Einmitt. En það sko, ég ætla að sýna aðeins hérna hlustendum og þér bækurnar hans Stebba Miljö sem við vorum að tala að þessi bók hérna til dæmis alveg snild, sko. Já, ég veit af þessum listur. Sem sagt, handbókin af eignarhaldi manneskja. Leiðbenningar fyrir nýja skattabændur. Ég man svo vel nefnilega þegar ég fann þessar bækur því ég var svo hrifinn líka því hvernig hann setur þetta fram því ég náttúrulega hefur gert mínar eigin bækur, sko. Já, hann með ég hlusta á hljóðbækunar hans, sko, sumar tvisvar en síðan hann hérna með atheista bækur, ég veit ekki hvort hann brennir þær núna þá eða hvernig og síðan talar hann Tyranny og svo bara, held ég, með merkilegri bókum mannkyns þessi universally preferable behaviors. Sko, ég fer að sitja inntökuskilyrði á hérna síðuna hjá mig, á þættina. Ef þú ert ekki búin að lesa til dæmis þessa bók, þá hefur ekkert að gera í að hlusta á Frelsi-TV, sko. Þessi bók hérna algjör snild og hún hérna á PDF formi, þetta kaupa hana. Ég ætti þá að setja inntökuskilyrði á íslensku rásina mína. Þú mátt aðeins hlusta á vídeo ef þú getur sagt mér hvert uppáhaldsvídeóið þitt á Frelsi-TV. Já, einmitt. Nákvæmlega.
En hérna hann með þessar bækur hjá honum og þessi hugsun sem að koma fram, sko. Það The God of Atheists. Þetta eru óbúslega mikið af nýjum hugsunum og nýjum pælingum, sko. Og hingað til hefur þetta svona hugsanir alltaf verið barðar niður með hervaldi eða ofbeldi. Já. Og þessar hugsanir breiðast mjög hratt út með internetinu. Sem að þýðir að hugsanlega mannkyn á ákveðnum þröskuldi, sko. Það lítur allt út fyrir það, já. Og þess vegna hafa sumir sagt, og ég held að ég hef ekkert sagt það líka, að það bara bestu fréttir þetta hrynji allt saman, þetta drasl, þetta fjárhagskerfi og þetta valdstjórnarkerfi allt saman, það hrynji bara til grunna, það besta lausnin. Málið bara að reyna að vera ekki alveg á svæðinu þegar það gerist, sko. Þessi fávitar munu skaða sjálfan sig og marga við hrunið, sko. Ég ekki alveg viss að það sé það besta. Sko það svolítið erfitt með menn eins og okkur og ég sé þetta með marga svona vaknaða. Já, vaknarar. Vaknarar, já. Og það gengur í gegnum svona ferli að bara best að þetta hrynji allt saman. Já. Ég sífellt meiri vafa með það. Ég sé marga alveg bara það bara bráðum fyrir þetta hrynja og nú fyrir að gera eitthvað nýtt. Ég var fyrir enga vakningu með það í haust. Ég var eitthvað að keyra, ég var í verslunarerindum, var að kaupa í matinn og sól og gott veður og ég var að keyra hérna niður í bæ og ég sagði hvað breytingarnar sem mig langar til að sjá myndu gerast á morgun. Hvað ef á morgun verði svona rosaleg hugarfarsbreyting á fólki og það sem ég að kvart yfir að fólk sjá ekki, það fari bara allir að sjá það. Og heimurinn breytist bara á nokkrum vikum, bara fólk vaknar og fer að sjá sannleikann. Og ég allt í einu fattaði að ég var ekkert viss að ég kærði mig það, að fólk vaknaði. Ég var ekkert viss að ég myndi kæra mig þá veröld sem mig langar að sjá að komi. Já, það líka annað tæknilegt vandamál við það, þetta segjum þeim að allir á Íslandi vakni, þá sérðu bara þá sérðu bara B-52 mæta í röð yfir Ísland, sko. Landið þið grillað í napalm daginn eftir. Já, það er sko, það tala að dollarinn styrkist og krónan styrkist og svona gengissveiflur, sko. En ef þú horfir á það versus gull þá staðreyndin sú að allir gjaldmiðlar heimsins í frjálsu falli, sko, og eru bara þessi það þegar að tala krónan styrkist eða hitt styrkist á móti þessu, þá það bara í frjálsa fallinu sem að hlutföllin á milli þeirra hans að breytast. Og það eins og þegar Soros að segja, já, ég búin að vera spáði í 30 ár, 40 ár að stóra bólan sé að fara að springa, já, hún sprakk 2008. Ekki alveg að trúa þér. Ég held að hún sé ennþá að sterka. Og það einmitt, þú lifir einmitt á því að fólk trúi spákaupmenn, sko. Já, það sem að gera, sko, það er ákveðnar staðreyndir sem eru erfitt að horfa framhjá. Það þetta sem kallað derivatives bubble eða afleiðu viðskiptin. Já, sem ég ekki fann að fatta. Nei, það er málið að allir lífeyrissjóðir heimsins og ríkissjóðir eru allir á kafi í þessu og það tryggar á henni, sko, að þegar hún springur þá bara þurrkast upp og þá ætlar að koma inn með þetta New World Order, sko, sem val. Og það sem verður gert þá, sko, það búið að undirbúa, sko, maður sér þetta svo í lagasetningunum. Það svo erfitt að mótmæla því sem sett í lög, sko. Ef sett í lög þá það eitthvað tilgangu með því. Og það búið að vera að sitja í lög allstaðar. Sko, áður fyrir var það þannig að peningarnir í banka voru þínir og þínir peningar, banki bara geymdi þetta fyrir þig og það var svona tryggingakerfi til þess að þú fengi peningarnir tilbaka ef eitthvað illa gengi.
núna búið að breyta lögum þannig að innistæðin í bankanum bara eins og hver önnur krafa. Þú lætur peningin inn á bankareikningin þinn í dag, þá það ekki sama eins og þú gerði fyrir 10 árum, sko. Já, ég skil gott við kröfu. Já, þú ert að lána bankanum peningin eða gefa honum hann réttar að sagt. Já. Og það sem að gerist við derivative bublið eins og gerist á Kýpur. Kýpur var testurinn á þessu. Þá ferðin á bankalínuna. Þú átt milljón á bankanum og af því 700.000 fast, sko. En hvað vitum við nema Soros hafi sett Kýpur á hausinn sem árás og Rússa? Já, hann var örugglega með því, sko. Það var fullt af Rússum sem töpuðu rosa mikið af peningum. Hann búinn að vera fókusar á Östurblokkina síðan bara forever, sko. Já. En það var eitthvað já. Nei, ég ennþá að læra. Það myndast ný mynd í hausnum á mér af þessu með efnahagskerfi heimsins. Sem við sem erum svona besservissir, svona andlegir besservissir, höfum gleymt að horfa á. Efnahagskerfi heimsins komið í öngstræti, það komið í þrot. Já, þetta vestræna, en brikkið alveg brikkið sama módel. Já, en það alveg nýtt, sko. Vísu, en það getur, ég byrjaði að spá því í haust og ég held að þú hefur gert það líka, brikkið væri blekking. Það væru sömu aðilar á bak við brikkið eins og á bak við núverandi módel. Já, ég mjög hræddur það og ég hræddur það að kenningar það að New World Order poster bar New World Order Kína, sko. Það sem að fólk sem að greiðir ekki álega skatta, það skorin úr þeim líffærin til þess að greiða upp skattana eða eitthvað. Ég veit að skoða því, þú veist hvað ég með mikið með þetta gagnvart öllu NVF-pæli, sko. Ég kaupi það ekki hrátt og ég ekki komið ég veit ekki nógu mikið til að geta tjána alveg það. Ég lengi búin að vera að halda því fram að New World Order fæddist í Bandaríkjunum árið 1750. Já, en New World Order hefur náttúrulega bara hreinlega byrt sína stefnumótun og sín rit og ég kaupi það ekki. Ég ekki búin að kyngja þessu Learned Science elders og ég ekki búin að kyngja Georgia Guidestones pælinu. Það ennþá í sóttkví, sko. Já, þá átt eftir Tragedy and Hope og teknokrati dæmið og þetta allt saman í plain sight, þessar áætlanir, sko. Og svo náttúrulega ferðin á ráðtorf. Allt sem í plain sight eitthvað sem ég treysti ekki. Já. Þá spyr ég hvað kvikmyndatöku, hvað myndvarpin. Já. En ég bara ekki komin nóg langt. Ég mjög upplifi sjálfa mig sem ennþá mér vistu það, ég á að vera alveg hreinskilinn. Ég ekki vissum ég sé ennþá búin að læra stafrófið. Veist. Mér líður svolítið eins og þessi vídeó sem ég var að gera í fyrra og þangað til núna, hafi ég bara verið að klára einhver forspjálsvísindi, sko. Ég sé ekki ennþá orðin bara gjaldgeikur í Garla skólan, sko. Nei, það ekki komin að inntökuprófuninu sem sko. Nei, sko, það náttúrulega, ef þú ert með svona þeóríar, þessi rit sem sett fram, meðal annars Elders of Zion og þessi Tragedy and Hope og öll þessi rit sem eru framlögð og þú horfir ferð yfir þau og lest þau og skilur svona hvað að segja og síðan horfur á þjóðfélags uppbygginguna. Til dæmis hérna í Svíþjóð í dag bara í október þá hætta bankar að taka við peningum. Í október bara peningar teknir út. Og þetta náttúrulega, þetta væri kannski bara eðlilegt ef það var ekki talað þetta í nákvæmlega í ritum þessara brjálæðinga og tilgangur með því. Já, ég skil þetta alveg. Þetta bara ennþá í sóttkví. Ég ekki komin með niðurstöðu. Ég með ákveðna hugmyndir. Já. Ég vil fullera sem minnst á stöddu.
en ég treysti engu af þessum hlutum. Men, En ég er þess að, sko, eins með eins og þetta með efnahagsmálin, ég bara fyrir örfáum dögum komin með þá niðurstöðu. The super bubble er ennþá úrsprungin, hún er að stækka, þeir áður ekkert við hana. Max Kaiser sagði einhvern tímann í fyrra, eða hitti fyrra, ég man ekki hvenær það var, að því ég kíki ekkert oft á Max Kaiser, ég tek bara svona þumalputtan á hann öðru hvoru, en það var í fyrra hitti vera sem ég heyrði hann segja, þeir eru búin að vera að handstýra efnahagslífi heimsins, bara handstýra því, bara eins og á skurðgrófinni hérna, þú veist, að grafa eftir jarðstreng, þá ertu með alveg á millimetranum, sko. Hann segir þeir eru búin að vera að handstýra og hann talaði að 2013 hafi legið við sprung af öðru hruni, en þeir hafi náð að afstýra því. Já, það er sko, það eru allir markaðir falsaðir, sko. Það er engin markaður réttur lengur og verð á gulli til dæmis er haldið niðri með svikamillu, sko. Og svo sagði viðtalarna við Soros þar sem hann sagði auðvitað, hann sagði sko, hann var spurðið, er þetta að fara að hrynja? Og hann sagði, nei, þetta er ekki að fara að hrynja. Okkur ekki, vegna þess að allir sem er á toppnum, mín og morðun sko, hann sagði, there are so many people making sure that it doesn't. Já. Og hann var með öðrum orðum að segja, ég og Rothschild og stóru kallarnir, við erum allir á handstýringunni. Og akkurat, þess að hann viðurkenndi, hann sagði ef ég hefði ekki komið out of retirement 2007, hann vann bara í rúmt ár, 2 ár, 1,5 ár. Ef ég hefði ekki komið out of retirement, þá hefði ég tapað 30% eins og allir aðrir. Ég hefði ekki efnað því. En málið er sko að málið er að það eru triggerar sem að menn hafa lýst miklum áhyggjum yfir. Og það eru sko þegar að fólk fer að heimta gull afhendingu fyrir pappírsgullið sitt sko. Já. Og þá springi það spil sko, en ég meina þessir gaurar sem að stýra prentvélum heimsins hafa náttúrulega geta gert alls konar stöf til þess að halda svona dæmi gangandi og þú veist að núna allir þetta hlutabréfamarkaðir og gengismarkaðir og allt þetta eru bara með tölvu bara tengdan beintin á ljósleiðarinn inn á markaðin sko. Sjáðu Axel, þetta er bara sturlun sko. Ég var bara að hugsa í gæra það fyrir þetta, ég sagði bara vá, ég er að grúska, búin að vera að grúska lengi, þú ert að grúska, búin að grúska lengi, við erum hálfa ævina búin að vera að spurja spurninga og vinna á röngum svörum, þú veist, læra af því að hafa keypt röng svör og pælt í því, þú veist, ég er að upplifa að ég viti í rauninni minna, þú veist, og sko, við erum að horfa á, sko, hinn almenni maður, við erum búin að vera að fárast yfir því núna undanfarið, hvað hinn almenni maður veit ekki neitt. Já, en ég hef oft sagt að sko, þegar ég er að tala um heimskinga þá er ég að tala um mig líka því að ég fyrir 10 árum var ég alveg blautur sko. Eða svona fram að hrun, þá vissi ég ekki. Ég er mest í fáiðinn. Já. Og hvernig veistu það? Nú af því ég held að ég veit eitthvað. En sjáðu, sko, eftir því magni á dóti sem að bara við sjáum það bara á djúpkvöðunum, hvað við erum búin að fara báðir, sko, víða. Sjáðu, veist, sko, við erum ekkert fattir að fatta þetta. Við erum ekkert fattir að fatta hvernig þetta virðað saman. Jó. Og hvernig ætlum við, nei, veistu, ég er það ekki. Og þú veist það kannski, þú verður þá bara að læfa það nokkur rönd. En sko, hvernig ætlum við að fara að segja bavíununum niður á Lækjartorgi, þú veist, það tæki hálft ár að kenna þessu hússkipa. Ég reyndar tel mig vera farin að sjá sko línunar í þessu sko, en ég átta mig ekki alveg, sko, þetta eru náttúrulega mafíur, lokal mafíur sem stýra Íslandi, sem eru valdstjórnin, glæpasamtökin og valdstjórnin. Síðan eru Seðlabankinn og Sameinuðu þjóðirnar og NATO, það eru svona risa alþjóðlegar glæpaklíkur, sko.
og það ofboðslega mikil vinna að halda glæpaklíkum gangandi því þær eru allar fullar af alls konar glæpamönnum sko. Jú, og það engir vinir innan klíkunar. Nei, og það er það sem maður er að horfa á sko. Og og síðan eru náttúrulega þessar lokal, þetta svona eins og götu glæpagengi sem eru þessi íslensku gengi sem að vera að mótmæla eitthvað að vesenast í, að þeir eru eins og ég hef lýst sko Brusselmellur eða Kanahórur sko, þær eru bara að selja sig í þessar stóru alþjóðlegu mafjur og núna Andrisnær og Björk og þær eru tekur þetta orð á valinu. Þær eru saminuðu þrjótamellur sko, algjörlega. Þetta fólkast, já. Og sko, þannig ég átta mig á þetta er algjörlega kriminalt og þeim tekst að halda þessu ótrúlega vel gangandi sko. Þannig að maður er að leita að þessum triggerum sko eins og gerðist í Sovjet að þegar að launatjekkarnir hægt að koma þá hreyfðist enginn hermaður sko. Og sama gerist með þegar dollarinn hrynur, ég meina að einhver hermenn að fara að vinna fyrir bandaríska herinn af þess að fá launin sín, það er bara Nei, það gerir það enginn, leið og cashflowið hættir, leið og cashflowið Ég bara að hugsa þessu upp átt sko, því ég var að hugsa þetta eftir af því að ég með hana í subscribe lista á Facebooku mín, hana Maríu Sakharovú. Já, einmitt ég líka. Og hún er svo sæt. Hún sagði einhvern tímann í einhverju vídeói sem að, og ég, þú veist, þetta var 90, það er nokkur ár síðan hún sagði, í einhverju sjónvarpsþætti í Rússlandi. Hún sagði við hertum sultarólina í 10 ár eftir að Sovétríkin hrundu og Vesturlönd átta sig ekki á því þegar þau beita okkur efnahagsþvingunum að við erum til í að herða sultarólina aftur og það bara lá við að allur salurinn stóð upp og klappaði, allir Rússar sko. Og þegar ég var að spyrja hana vinkonu mín hana Kötju í Moskvu í fyrra í sambandi við Úkraínudæmið, að hún tók svolítið í sama streng. Hún sagði allir hér vita hvaða árás Úkraína er undir frá Bandaríkjunum og leppuríkjum þeirra í Evrópu. Og við sjáum þetta sama hjá Russian Bear og Joachim Flores og fleirum sem að horfa á Östurblokkina. Það er stór hópur fólk, þannig að þau þjálpa sig bara saman. Og ég spyr sjálf á mig, sko, það voru mörg ár sem að fólk ríkisstarfsmenn í Sovétríkjunum voru ekki að fá útborgað, á hverju lifðu þeir? Og hermenn, ríkisstarfsmenn og fleiri. Kartöflu. Já, káli og hvítkáli. Kartöflu og hvítkáli. En það sem ég má bara bæta við, að sko, við vitum ekki hvað þetta fólk hugsar. Þú veist, hvað þjappaði þessu fólki saman? En við sjáum bara, sko, við sjáum að í Úkraínu þegar þeir voru að drepa Rússana, þeir voru að sjella svæði þar sem að Rússar bjuggu og þar voru Pútín og hans lið var kritisera mjög í Rússlandi að leyfa þessi morð sko. Og það virðist vera ekki, eins og veist ég treysti nú ekki Rússum alveg fullkomlega en það virðist vera eitthvað mórall þar í þjóðarsálinni sem bara svona bara, veist, eins og þeir eru ekki inn í neinu Afganistan dæmi núna eða veist, þeir eru aðalega það sem þeir eru að svara eru það sem að NATO er að hreiðra sig sko. Að það þeir virðast vera eins og, já, þeir eru ekki með neitt Afganistan í gangi til dæmis eða Sýrland eða neitt og í Úkraínu þá sýndu þeir bara, dróðu línuna, bara hér línan sko og sýndu svo bara hnefan og það virðist hafa dugað til að stoppa þessa brjálæðinga hérna hjá okkur og núna í Sýrlandi þá bara fóru þeir og stoppuðu á þar líka. Það er svolítið áhugavert með Rússa það sem ég er að sjá og ég vildi gjarnan vita meira að sko það tilheyrir kenningum Alexander Dugin og þessu fourth political theory það að grunnurinn að því
algjör virðing á milli sjálfstæðra ríkja. Já, í Rússlandi eða? Já, að sem sagt fourth political theory og the Eurasian commitment eða hvað það heitir, the Eurasian eitthvað, ég ekki alveg komin með allt á hreint þarna, að þeir vilja meina að að þessi hugmyndafræði sem hann að þróa og Pútín stjórnin virðist vera að fylgja í einhverjum megin þráðum, sé algjör virðing fyrir samræði á milli þjóða og þjóðarbrota og virðing fyrir þeirra landamærum og gagnvart innanlands í hlutum, sko. Og Rússland hefur verið að gera síðustu ár að sýna í verki að þeir ég ströymur. Nú, NASA kom með nýja tækni. Það var eitthvað. Þetta var óvænt. Þetta var gerst áður, sko. Þetta er NASA. Að þeir virðast fylgja þessi verki, sko. Hvað segirðu? Halló. Halló, ég hérna? Já, nú ég. Að þú veist, eins og í Sýrlandi hafa þeir verið mjög varkárir að fylgja á borði því sem þeir segja í orði, sko. Já, þú sér það í Sýrlandi, þá hoppa þeir inn í þessa ISIS blekkingu, sko, Snato og Co. Að Snato og Co er búin að segja það í mörg ára að þetta er ISIS og þetta er ISIS, svo hoppar Rússland inn þarna með fullt legimessi, Sýrlandsstjórnin baða að hjálpa sér að berjast við ISIS. Þeir eru löglega í landinu. Já, og þeir bombaði á alveg bara to smitherin, breyta valdahlutvöldum þarna með loftarásum, síðan bara farnir heim aftur. Þeir eru reyndar ekki farnir heim, þeir eru bara búin að tilkynna þessu að fara heim. Já, samt, veist. Ég held að þeir verið farnir heim strax, en svo tók ég eftir að þetta var bara yfirlýsingum að þeir færu heim. Það verið búið að gefa út yfirlýsingum að þeir færu heim. Og það var ekki orðið meira en það, sko. Já, en þú sér að þeir eru ekki að ráðast að neina að sækja sjálfur eftir áhrifum eða landi, sko. Nei, þeir bara slíða Assad, sko. Sprengja þetta nú. Því ég sá að þeir ennþá þáttakendur í hernaðaraðgerðum og að styðja sýrlenska hersins, en það er svona, en það eru samt einhverju, sko, ég hef ekki verið að fylgjast nóg vel með þessu. Ég tók það ákvörðum árum út að hætta að fylgjast með þessu. Ég held nefnilega að það er svona jákvæði tóninn kannski. Ég held að hérna á Vesturlöndum, þetta NATO dæmi og hérna IMF-ið og allt þetta, þessar glæpaklíkur, sko, þær hafa algjörlega tapað sér, sko. Og þetta er orðið svo kriminalt að þetta er algjörlega stjórnlaus skessa, sko. Ég vil vita okkur að þessi kona á valinu í utanríkisráðuneytinu. Ég vil vita hvað það er á baku. Og ég vil vita og ég skil ekki að engin Íslendingur. Hvaða kona? Lilja hana. Nýju utanríkisráðherra okkar. Já, það er náttúrulega bara því að hún er að vinna fyrir IMF og það er náttúrulega bara ég og þú sem erum á þeirri skoðun og við erum þeir einu sem er að tala um þetta. Já, það er margt sem er einu sem að tala um margt. Nei, það er í gangi hostile takeover í Íslandi, það er bara þannig. Já. Og ég er löngu búin að dokumenta það. Já, einmitt. Og þetta er bara, það virðist vera Sigmundur Klaufabarður og fólk með honum hafi staðið í vegi fyrir þessum yfirtökum. Það eru, eins og ég sagt, ég líti á þessa aðgerð gegn honum sem einstök meðmæli með honum, sko. Já, hann hefur vaxið í áliti hjá mér, sko. Já. Og þjóðin lækkað mikið að meira, sko. Hver er þjóðin? Tala um Skrýling. Já, ég er að tala um Skrýling. En ég er svolítið hiss á því, ég og þú erum heldur þeir einu sem erum að vara við yfirtökun á hálendinu. Já. Það er enginn að peka upp hvað, þú veist, leið, þú veist, já. Ég þarf ekki að segja neitt, þú veist jafn mikið þetta og ég. Það er mjög oft sem að við tölum ákveðna hluti mánuðum saman og jafnvel árum saman og svo allt í einu pikkar fólk það upp hvað við erum að segja. En hérna, sko, í sambandi við heimsmálin, þá verið sko Suður Ameríka líka, þeir fengu alveg nóg að þessu kriminali Snato og Co, sko. Já. Að hérna, það virðist vera að þessar þjóðir eða þessar blokkir eru bara að stoppa þetta yfirmáta kriminal sem að er að koma frá Vesturlöndum, sko. Það er bara, það er verið að draga línur.
Sko það sem við til dæmis sem við erum að fatta varðandi þann viðbjóð sem Bandaríki Norður-Ameríku eru. Já. Ég er enda að kalla það NATO. Það að taka bara Bandaríkin of mikil einföldun. Síðan NATO bara occupation armur Bandaríkjanna í Evrópu. Hann ekkert annað mínum öðum. Sama með Evrópubandalagið. En það bara mín skoðun, skiptir ekki máli. Já, ég sammála því sko, en sko við erum að hártaka, við erum að hárta og pulsaða pilsa. Nei, það nefnilega, skýrið skur. Það hérna reyndar ástæðan fyrir að ég nota þessa skýrgreiningu að það áróðustækni að segja, nei, þetta bara Bandaríkin, nei, þetta bara Bretland, sko, nei, þetta var Frakkland, nei, þetta var Ísrael. Já, ég veit að sko, þetta ákveðin blekkingastarfsemi, þannig að ef maður segir NATO og CO, þá kemst ekkert undan þessu, þú veist, það ekkert að segja, nei, það var Bandaríkin, já, Bandaríkin í NATO og CO, já, það var Frakkland, já, þeir eru í NATO og CO. Þú veist að þú verður að negla það á orðunum, sko, að þeir komast ekki út á einhverjum orðstælum. Nei, þetta var bara Ameríka. Þú segir pulsa. Já, ég borða hvorugt, sko. Borðar þú pulsu? Nei, ég borða ekki pilsu eða pulsu. Þetta á hvorum endanum átt að byrja á pulsunni? Hinum endanum, alltaf. Nei, þetta byrja í miðunni. Þetta byrja á hinum endanum. Þetta byrja svona. En þetta heita hvorki pilsan en pulsa, þetta heita eiturnaglar. Ok. En ég held að sko, með það sem ég að sjá að Suður-Ameríka, og ég veit ekki með Ameríka, allavega Suður-Ameríka, og Karabíska Ameríka búin að vita mjög lengi hvers konar viðbjóður eiturnaglarnir eru. Já. Nei, Þú séð það líka mikið eins og Peter Schiff, hann refugee í Suður-Ameríku, það er mjög ríku fólki frá Bandaríkjunum sem fært sér til Suður-Ameríku. Já. Þess vegna var ég mjög hissa þegar mjög hissa, það er mikið umbrot líka í Venezuela núna. Já, það alltaf farið í háa loft þar. Já. Ég hef ekkert verið að fylgjast með þeim það eitthvað mikast þar. Við erum svo flókin. Ég verð að fara. Já, ég að detta út úr svefni líka. Já, tíkurnar eitthvað eftir mér og það búið að vera þannig veður í dag að við hefum bara náða að fara út í 5 mínútur í senn, sko. Já, þetta var nú svona léttköfun, eða samt. Já, samt voru ágættir mólar. Já, þú ert alltaf að vakna betur, sko. Já. Það gerist hægt. En ég allavega minna fólk á að dreifa fyrir mig eins og Karolína Fund dæmi, það mér svolítið mikilvægt og dýrmætt. Það þýðir að ég get aðeins breytt vinnuferlunum hjá mér og ég held að allir munu græða á þeim vinnuferlum. Þá einbeiti ég mig meira hér á Frelsi TV bara í þessu live og djúpi og semst meira flæði, en svona ég kemst á aðeins dýpri faglega greiningar í þessum heimildamyndum. Og þessi heimildamynd núna náttúrulega sem ég að stilla upp núna til þess að augra náttúrulega Kastljósinu líka. Hvernig náttúrulega þeir að svara því, nei, við ætlum ekki að kaupa þessa hlið á málinu, við ætlum bara að kaupa þessa hlið á málinu. Og það heilmikil pólitík í þessari mynd líka, sko. Já. En hefur þið tekka á því sem hann Ásbjörn Jónsson hefur verið að segja? Hver það? Ásbjörn Jónsson sem ég var að segja að taka viðtal við. Já, Guðbjörn. Guðbjörn. Já, ég fylgst með honum, sko. Já, hann búinn að fara alveg hún í kjölinn. Hefurðu spurt hann hvort hann vilja koma viðtal? Nei, ég held reyndar að ég held að það stemmi ekki alveg, sko. Við flæðið, sko. Ég er mjög sáttur við það sem hann að gera, sko. Hann er mjög flottur á þessu, sko. Já, ég sé að Þórdís að hlusta núna. Þig og Þórdís og ég býð svolítið eftir að þið bara meldið ykkur inn, sko. Það var gaman að fá Þórdísi fljótlega aftur, sko. Það er lengra á milli á henni. Já. Lengri hringurinn. En við þurfum líka að taka enskar djúpkafanir.
það greinilegt að það hlustað á okkur þar, sko, líka. Já, ég tók eftir því að það fekk á hann. Já, meira sem Stefán Miljú frelsaðist. Fuck. Hvað að gerast, maður? Þetta ekki fyrsta skipti sem ég fæ úr þessum mátalara. Já, verður ekki að fá þér einhver nýja græðu þá? Ná, eitthvað tíma var. En hundarnir eitthvað svo stíft á eftir mér, ég verður að hljóta. Já, einmitt. Og ég skora á alla líka að styrkja Guðjón. Frelsitífi. Líka Guðjón. Senda þér fætur og ný headset núna eða hvað þetta sem þið vantar. Og hundamann. Ok. Alltaf til í hundanum. Já. Herri félagi, við heyrumst. Takk að þið fyrir komin í kvöld. Takk sömuleiðis. Já, bye. Bye. Ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustendur góðir og endilega pluggiði fyrir mig Karolínafundið karolinafund.com hinn hliðin á Panama papírunum og já, það er nú verið lítið liveið hjá mér núna, ég bara að vinna í málum, sko. Ég þarf að reyna ég náttúrulega með verkefni sem ég þarf að reyna að koma á og ég að reyna að koma á þannig að ég geti lifað, sko, fyrir það er erfitt að vera með fjölskyldu og lifa endalaust á loftinu, sko. Ekki það að maður lifir ekki lengi loftlaus, en þetta er óttalegt hark hjá mér, sko. Og já, þannig að þessi Karolínafund er líka leit mín að hafa eitthvað grunn undir starfsemi mína. Og ég er þetta komið með íslenskan bankareikning núna og ég sett hann undir þetta vídeo hérna hjá mér núna. 11, 10, 26, 34, 33. Og já, ég er með vinnu á sumrin, þá vinn ég á krana. Þannig að það togast alltaf á hjá mér. Og ég náttúrulega er með grafísk verkefni en ég þarf meira til þess að endar náið saman og spennan stendur það hvort að ég geti verið í þessari starfsemi eða hvort að ég þarf að fara á krana og þá er allt annar fókus í gangi, sko. Allt annar fókus í gangi. Þannig að ég er háður hlustendum. En nú sést komin íslensku bankareikningur, þannig að það er að dæla fjármunum þar inn. og ég held náttúrulega áfram að reyna að gera einhver skúbb til þess að þessi starfsemi geti staðið undir sér. Ég er meira að velti fyrir mér að vera með útvarpsráð eða vera meira í dreifingu, en þetta hefur svo sem virkað vel, þetta virðist vera nýja dreifikerfið YouTube og ef að ég er með livsgrundvöll á þessu og ég hef líka auglýst náttúrulega eftir auglýsingum ef einhverju vilja auglýsa það er náttúrulega eitthvað þröngur hópur en ekki þess að lögreglufélag Reykjavíkur vilji auglýsa hjá mér að reyndar eru núna þegar ég byrja með þessa Karolínasöfnun þá hefur fólk tekið mjög jákvætt í það og ég þurfti til dæmis að þessi í PR-inu þurfti ég smá aðstoð og talaði við gamla félaga minn sem er í PR-málum vantaði smá aðstoð frá hann og það var bara ekkert mál hvað viltu að ég geri og ég reddaði þér þessu sem varst að biðja og bara gott að hafa eitthvað með þínar skoðanir, sko. Þannig að það er aðeins að koma líka að ég er náttúrulega með svolítið og Guðjón verið með svolítið absúrt eða svona langt á hinni hliðin á sakramentinu, sko. En það er mjög virðingavert að fólk vill hafa þær allir líka. Það eru meðmæli með Íslendingum. Og það er þessi eilíðar leit að finna eitthvað grundvöll og líka annað, ég get ekki verið á einhverjum listamannalaunum eins og sumir virðast að geta verið á í áratugi eða ég vil ekki taka við hvaða peningum sem er, sko, og ég í prinsippi sé þá mjög erfitt með að taka við peningum sem eru innheimtir með ofbeldi og það á við alla skattagreiðslur
Þess vegna þarf ég alvarlega að endurskoða ef að Kastljós til dæmis kaupir þessa heimildamynd, þá eru þeir peningar innheimtir með ofbeldi. Og það eru dirty money fyrir mér. Þannig að ég þarf eitthvað, ég hugsa að ég myndi ekki nýta það í eigin þágu, sko. Ég sé ekki að ég gæti það eins og. Þannig að það er bara að bögga ykkur kæra hlustendur aftur og einu sinni enn. Og ég vona að ég taki því ekki illa upp. Og ég verð á Harmageddon á morgun klukkan 10:30. Þannig að það er allt í gangi þótt að ekkert sé að gerast. Já, þannig. En takk fyrir kvöldið og góða nótt.